Ég veit ekki hvernig gýrin á ykkur kæru hlustendur. Hér alvöru gýr. Okkar besti maður Robby frá Ölgerðinni var að fylla á túborkælirinn Svali, Tenerife Svali. Það var að kasta kveðið okkur. Hann svakalegur, ég sá bara gýrin á Svala sko. Já, þetta einhvern veginn, það svo gott að fá pepp. Robby búinn að fylla á kælirinn. Já, Svali búinn að koma. Svali búinn að henda kveðið okkur. Þá allt upp á 10. Já. Og það föstudagurinn 23. 23, stærsta rúlletutala mín. Já, Jordan. Já, þegar 23 þetta í kasínum. Já, ég sé þetta tvisar. Það líka drinks are on me þegar það þetta. Já, þetta bara kvöldi, ferðinni bjarga. Þetta tapar öllu hálftíma seinna. Þetta alltaf. Já. Svo bara hann að sparki hraðbanka bara 5 minútur seinna. Það sem alltaf reyna að kenna þessum ungu drengjum að þegar þú ferð í kasínu og hafa gaman, þú verður að vera búin að ákveða, þú veist úr það að tapa. Þetta er sama þú fer á veðmála síður eitthvað, þú ert að betta á leiki, þú endar á að tapa sko. Þetta entertainment. Ég meina, þú veist, húsið felur það nú ekki að það er að vinna. Ég meina, ef það gengur vel, þá ertu bara þér hent út. Ef þú værir að moka í kasínó, það myndi einhver pikki öxlina þér og segja bara, herri, þetta búið í kvöld og þú bara, Nei, þá þarf það að vera að telja. Þú þarf að telja spil. Nei. Það hefur engum hent út af því að það gengur svo vel í rúletu stendi. Í blackjack, já, því að þá getur þú talið. Þú getur talið spil og það er ólöglegt. Já, en ef þú ert að vinna of mikið í kasínó, þá er bara meiri sér rúletu líka. Já, það er bara alveg gaman. En þér aldrei hent út. Ég hef hort á heimildamyndum þetta. Það er basically ríku gaurarnir sem koma. Það hefur verið bara í gamla dag. Þá sagt við að bara, hörru, þvota henni biluð en þú fær allt frýtt að þið kannski tóku $10 million. Þeir mæta aftur inn og svo tapa þeim. Þeir passa upp á að húsi vinnur alltaf. En eins og bara það viðtal við til dæmis bara daginn, ég sá þetta bara í Dana White, fósiti UFC. Já, hann var að gambla. Hann er svona mikill gamblari og hann fer og er að gambla og hann fer á svona high stakes board. Og eftir þegar hann fer bara basically stundu fer hann bara og hún er aldrei sagt að fara samt. Þó hann sé að græða. Hann fer bara og tekur 3 hendur. Hann er bara, ég fer bara inn, ég tek bara 3 hendur. Og ef hann vinnur þar allar, þá má hann ekki gera meira. Þá er hann bara að vinna þannig pinnin. Það er svolítið gallin okkar sko að maður getur grætt, en við förum bara ekki. Nei. Þú þarft að græða í lokin. Ef við erum hreinskilin með okkar bara kasínóferðir. Ég sé Egil verið með teninga, kallaður a shooter, fullt borð. Það var enginn á hinu borðinu. Fólk sá bara, herru, Egil er sjóðandi heitur á teningunum. Vissu ekki hann heita Egil? Nei. Hvað varstu? Já, þú varst í svona 45 mínútur og eðlilegt er svona 2 mínútur. Við grætum ekki, þetta er fullt af fólki í kringum. Fólk aldrei séð svona. Nei. We got a shooter. Hann gæn öskraði og yfir allt kasinu, we got a shooter. Og það bara hópaðist við. Og þetta var my finest moment. Já, þú varst líka að henda í. Þið drefst eftir ykkur 15 til. Já, þú gæti náttúrulega bara dreifist það eftir. Ok, þeir gerir þetta upp. Þetta er moment. Þegar gæin öskraði, we got a shooter. Manstu þú varst með teningana og fullt borð. Þú sagðir, I'm gay, does anybody have a problem with that? Allir við borðið bara svona, no, of course not, no. Ok, thank you. Þú varst að vinna svolítið með þessa línu. Já, ég bara, það var löngu áður, ég bara halda fólki á tánum. Já. Þetta fyrir ykkur 12 ára síðan. Já, 12-13 ára. Homofóbía fór í taugarnar á mér, þannig ég var að gefa mér reglulega lestur. Já, það er bara fínt að gefa lestur. En það var enginn að hugsa það. Nei. Þetta var svona bara, I'm gay, does anybody have a problem with that? Allir, no. Svo kastaði þér teningunum. Ég held að sé bara ágætisregla að þegar þú fer inn í kasínó, þú ert aldrei að fara að vinna sko. Nei, þú átt að vera búin að ákveða hvað ætlar að tapa og svo fer þetta aðeins meira það. Einn og veit að rassus vinnur. Húngin er drullu segur að fara að labba með meira kassi. Nei, hann er líka one hell of a guy. Hann er óvenju oft slettur sko. Já, hann lígur. En long term tapar. Nei, hann lígur. En máli er það sem er bara þeir sem segist vera slettir eða í gróða, þeir eru að ljúga. Það kostar í bíóstofur, það kostar í keilu, það kostar í allt, það kostar í kasínum. Og þetta er að sama að þú ert að betta á leiki eitthvað, ertu bara tilbúin að tapa. Það er reglan, en góð regla. Sko, það er gýr í gangi. Við ljúum ekki að hlustendum. Já, þetta er svolítið 3 gýr. Hvernig er máli, nú er Svali hinum með núna. Hinum með veggi máli. Paldi, svona 2 metrar frá aftan þiblu er King Svali. Paldi, hvernig líður þér að hafa hann að það? Ég er bara ekkert að hugsa út í það. En hann var hérna einu sinni
Það var uppgreitaður. Það var, King Svali var á FM, sko. Ég veit það. Hann var kóngurinn á FM, sko. Hann var millifarður yfir á Bylgjuna. Hvenær kemur þessi millifærsla á okkur félaga? Með fullri virðingu fyrir Rikka G og FM, Bylgjan helviti, það er starra batteri, sko. Já, ég meina, ekki Bylgjan stærsta stöðu landsins? Já. Ég ángríns, Bylgjan stærsta stöðu landsins. Já, ég veit þér. Það bara til aðvikið með það, Bylgjan. Kanski eitthvað í það að vera millifarður yfir, sko. En það liðið það líka, það partíjar helviti. Ég held að við gætum ekkert átt, við gætum ekki verið partur af þessu. Nei, við fáum okkur 2-3 bjóra, það er ekkert að snjóa. Við opnum alveg einu rauða og svona, en við ráðum ekki við partíi sem hinum við. Það er besti skets, og ég er náttúrulega grínast með snjóun og allt það, það er besti skets sem við höfum skrifað. Það var Bylgjulestin með öllum, mannstu eftir Tokka. Þetta er besti skets sem við höfum gert, ég er bara á því. En málega þessi pyrra með aðeins, ég veit allir að ég elska Tenerife. Ég vil hafa Svala bara á Tenerife. Hann á leiðin út, ég var að spyrja það. Já, ég veit ég vil hafa hann at all times. Til að fá okkur skýrslu. Ég bara, bara hlera hvernig veðrið er, gætið góður, ekki letir og byrja með hvernig ferðir og what's going on. En krakkarnir hans voru búin að gefast upp á sig, ekki? Jú, sko, af því að mér langar svo að flytja erlendis með börnin. Vandamáli er að kids er að segja non-stop, hörru, maður getur vinið minna, hvað eru vinið minna? Það er vandamálið. Það er líka þegar þið eru á tenni. Þetta er ekki, veist, ég bjó í Bandaríkjunum, Oklahoma, ég bjó í Svíþjóð. Ég kynntist fólki ógæslega. Það er líka leið á tenni. Þessna langar með að flytja með krakkarnir. Mér langar ekkert að búa í Svíþjóð. Nei, það var neitt. Ég bjó líka í Finnsbong. Veistu hvað Finnsbong er? Nei, hljómar eins og bara rauvarhöfn. Já, þetta er bara mesta þetta er það. Þetta er mesta krummaskuðu sem hann finnur í Svíþjóð. Samt fannst mér gaman. Rauvarhöfn er ekki viðbjóð, sant? Ég var ekki að segja það, ég var að segja að Finnsbong verið viðbjóð. Ég var bara að máta stærðin á bænum. Var þetta 1000 manns eða 500 manns? Þetta var 600 manna bæjarfélag held ég. 600 manns? Já, en ég meina... Hvað var þetta gamall þá? 10 ára. Búkast planta bara blöð hvað sem er. Það sem ég er að segja, mér langar svo að flytja út með krakkana. En það hræði mig pínu að krakkarnir hans Svala, they wanna go home. Þeir eru eldri. Já, maður þarf að fara með yngra. 10 ára. Ég held að þú plantar ekki 10 ára krökkum, hvað sem er. Jú, það var gert við mig. Já, ég meina þú eignast bara nýja vini. Dóttir mín er 10 ára. Þið geta alveg flutt út núna. Sko, ef ég myndi taka þessa umræðu heima að flytja út? Það bara gengi ekki, sko. Nei, það er líka, þú ert svolítið svona og við allir, þetta er orðið svo soft. Þetta var bara, við erum farin. Það var ekki að spurja mig hvort þú erum að fara að flytja til Bandaríkjanna. Það er nógu erfitt fyrir mig að rusla genginu bara út á morgun bara. Nú er menningan út á morgun. Það verður nógu mikið vesen fyrir mig að segja bara já, allir út í bíl núna og gerum þetta og Fyrir meira sem ég hugsa þetta. Hvað er að gerast? Það var ekki sem spurði mig hvort ég vildi flytja til Svíþjóðar. Nei. Þetta er bara, við erum að flytja. Já, ef ég segi það var gamla skóla. Og þegiðu blöð og sattið og 10 ára blöð. Hann ég sagt bara, mér langar ekki að fara til Svíþjóðar. Hverjum er ekki saman? Þá stóðu ekki að koma landakös og mensveðs og húngimenn. Nei, ég kynast þeim 11 ára. Og bara svo þegiðu blöð, maður fara út. Staðan er þannig núna, ég ætla að segja ykkur hvað er að gerast þarna. Í hátinn á morgun eða hvernig sem er svona þegar fólk finnir í bæ. Þú ert ekki að fara að hlaupa? Nei. Hann er búið með 22. Ég fekk minningu steindi og ég ætla að hrósa þér. Memoa? Já, memoa. eins og við kallum þetta. Það er magnað að þú hafi hlaupið hálft marathon. Ég fekk minningu þegar við tókum á móti þér. Ég hljóp þetta á fínu tíma, ég var á 2 tímum. Það er bara ótrúlegt að þú hafi hlaupið, hvað er þetta, 22 og bara kom frá feskur í mark. Já, svo reynda varstu náttúrulega bara þú varst off-in. Já, daginn eftir. En hlaupið sjálf pakkaði saman. En veit ég hvað strákar, ég komst bara að því að það er ekkert mál að hlaupa af því að þú setur bara eina löp undan hinni og endur tekur það. Þú hleypur bara. Ónýtur, verður reynskil. Þú varst ónýtur í 2 vikur eftir þetta. Já, þú dræður með að labba og gæst ekki að fyrir sturtu nema að Sigrún hjálpaði þér. Og ég lendi á þessum svo kallega vegg. Maður er eftir hlaupavíkin. Ég hef aldrei lent á honum áður og ég lent á honum og misni sjónina í nokkra sekundur. Þú varst að hlaupa? Já, ég bara sá. Varstu blindur? Í nokkra sekundur, svona 3-4 sekundur. Og ég sagði við gæjan sem var með mér, ég var að hlaupa með slökkulinu. Ég sagði, heyrðu, ég sá ekki þetta maður eitthvað. Hann eitthvað, já, þetta er bara svona veggurinn og þú bara búin að stíga yfir hann og ég bara, já, ekki maður. Fekk mér hálft snikkast maður. Af því að þú ert svo vanur að skrifa ávísanir sem þú getur ekki kastað út. Ég gerði helviti hlaupið. Ég með trekkina sem ég vil deila með. Talandi með raskatun alltaf. Ég vil deila þessu bara með blöð fjölskyldinu núna. Þetta er rosalega, ég er að droppa knowledge þetta. Að þú fær hlaupasting, þá fær hann alltaf öðru megin. Og þú fær hlaupasting til dæmis hægra megin. Ég fær hann alltaf hægra megin. Hægra megin, já. Veistu hvað það gera? Það krista neðan hægra megin. Og hann hverfur innan 2 mínútur.
Það bara þannig Vissið þú þetta eitt? Þetta var ekki í námsefninu í HR. Og þegar ég var að hlaupa þá var ég stundum með alls konar stingi og verki og svona. Þá gerði ég þetta og þetta hvarf bara. Og virkaði? Já, svínvirkaði. Þú ert ekki að fara að hlaupa á morgun? Nei, en ég Björn Linur, okkar besti maður, hann bara að hlaupa. Björn Linur maður. Hann bara að taka 10 km og ekki að hlaupa. Alltaf gátt að menn sem ekki vanar að hlaupa ekki neitt. Þú veist hann ekki að taka hálfmarathoni, hann 10 km fyrir Björnlinn sem hleypur ekki neitt, þetta bara drullu kræfint, en ég mæli með þeim sem að hlusta, setji 500.000, 2.500 skall á Björnlinn. Hvað hann að stafna fyrir? Gott málum, þriggjar og stelpa sem lendi fyrir jeppa og dó, það getur ekki verið að ríka það. Ok, þá var ég bara að setja inn á þetta. Sko, málið að það líka ágætt að koma inn á það, því að það náttúrulega ekki allir sem geta farið á hlaupið og kannski komast ekki og alls konar ástæður. Að bara það að þú ferð inn á basically getur valið random mannsku og sett inn 500 kallar þú skall af því að þú ert basically að taka jafn mikið þátt að þú styrkir og hleypu Þú ert að styrkja gott málefni þú verðan inn Það er bara 100%. Það er langt að koma smá svona sko, veistu hvað Haldið að hlaupi leðjaka Já, það lítur með reipan, hann verður að gera það. Þetta er pekkin, hann hleypur út í leði. Ég nenni ekki að mæta niður í bæ og sjá bjöllin í einhverjum nægala hann fara að vera bara þunnur en sá verður hugulegur í einhverjum hlaupagala. Ég er átt að sjá hvað sem Steindi gerði hana vegalið sem hann tók. Þú myndir lapp út heima frá þér núna á morgun Stóni og hlaupa á Bossastæði, það er 23 km Bossastæði Þá myndi ég að vera að vinna með dæmunni Ógæslega Ég er að draga En mér langar samt að segja Ég sagði þetta held ég að hlaupa frá Mosó á Bessastæði Það er sem hún hljóst 23 km, þetta er ógæst vegaleg En ég sagði þetta í blökastunum daginn og ég ætla að gera aftur núna því að mér finnst ágætt að segja svona hluti því þá get ég ekki bakka út í því sko Ég ætla að taka þátt í nú man ég ekki hvað hlaupið þetta maður Já, þú ætlar að fara í rugglið þarna sem ég sá heimildamyndina með Mari sem er geggjumynd og þú tekur ringina Já, mér langar að prófa það Þú getur tekið 6.000 ringi Nei, þetta er Þú þarf nefnilega að fara á það Hann er satt málega með Stóni, hann getur tekið þetta endalust Ég veit það, mér finnst þessi mynd, hún er geggjum og Sigrún Ósk er bara, mér finnst hún bara með betri fjölmiðlamönnum á Íslandi Mér finnst þetta bara ekki nógu spennandi og læknar segja þetta sé hættulegt þú átt ekki að hlaupa svona þú átt ekki að vera vakandi í 2 sólarhringa en þetta er samt impressive hvað þú getur pússaðir en eina sem er að væri að bögga með þarna því að þú hleypur alltaf, þetta virkar þannig fólk veit ekki hvernig þetta þú fær alltaf held ég sama tíma ég held að þetta sé hálftíma eða eitthvað segjum bara hálftími svo þú ert að klára og svo ertu bara, þú fer ekki að sofa nei, þú fær hálftíma til að klára einhverja 60 kilometra og svo bara gerur það bara aftur að þú klára fyrsta hringin á 10 mínútum þá ertu bara í 20 mínúna pásu hleypur svo aftur, það er alltaf rástíma hálftíma fresti og þú gerir þetta þangað til að þú nærð ekki að klára hringin á þeim tíma og það sem ég fór að hugsa sko, ég er náttúrulega hleyp ekki hratt held ég sko, ég hleyp mjög hægt og þrjóskur samt ég held að það sem spilar með mér þarna ef ég næ sko fram á nóttina þá fer liða hrinn út sko nema henda því þú í gýrinu þá er þú eitthvað vakandi henda mig fínt það er svo fint, þú ert að segja bara hversu mikið getur þú pússaðir þetta er svona tilfinning sem ég fæ talandi það sem vorum að ræða þetta í byrjun ég fæ þetta stundum í kasínó bara ég er búin að, hvað get ég pússað mér hérna lengi að sitja hérna ennþá að drekka búin að vera bara, hvenær mættu við hérna okkur erum við ennþá sitjandi og ég er að pissa fyrsti maður sem ég hitti Steindi Junior ennþá vakandi það er svona ég get ekki pússað mér í hlaup en það er svona, hvað lengi get ég setið bara Lækna Tómas, okkar besti maður hann var í myndinni og hann var að segja sko, því hún reykti í myndinni og hann var að segja hann mátti ekki hætta smá ástætt það er sérfræðingur að senda á mig að það er 6 km á hverjum klukkutíma í bakvarsleikum ok, það er þægilegt nei, 6 km ógeðslega mikið hálftíma hefur verið vesen klukkutíma er 6 km á klukkutíma, já, þú nær því ok, ég skal segja að þú nær aldrei meir en 3 tímum ég skal setja peninga ok, ég skal veðja það er 18 km ég skal veðja við þig, þú segir 3 tímar hann er alltaf sóla ég ætla að veðja við þig, ég nái allavega 10 klukkutíma aldrei af því að ég pása milli, ég er ekki klukkutíma að hlaupa 6 heldur þú að setja bara að hlaupa hvað er metið þarna? Þú skiptir ekki máli hvað hleypur langt Þorleifur Þorleifsson setti hvað tók 50 ringi já, það er rosalegt 335 km
Jesus, það er svo hlaupa til Akureyrar. Já, þú ert ekkert að fara í stedi, ég tefnilega út ekki að fara að toppa Veistu hvað, ég myndi byrja fyrsta hringin bara með því að taka alveg svona 50 mínútur í hann, taka svo bara 10 mínútur og málið er að, eins og Tómas sagði, hvað færðu langa pása milli? þú ræður því, þú getur gunna hringin og tekið góða pásu eða bara slóra hann og tekið enga pásu, þú ræður hvernig þú taktikinn Og þú heldur að þú farið hvað? 10 klukkutímar, það er 10 Og það var 60 kilometrar? Já, en ég er aldrei straight, ég er ekki að hlaupa þetta straight. Nei. Ég er að pása. En veistu hvað? Ég myndi ekki breyta út, þú veist það, því að ég er ekki að fara að æfa fyrir þetta. Nei, þú ætti að æfa fyrir marathon og gera það ekki. Þannig ég sé fyrir mig, þú ert með teimi, þú ert með krúi, sko. Við eigin verðum í teiminu. Þið verðum í teiminu, ég hugsaði bara, gerum gott úr þessu, við erum með light, erum bara, og það er smá mér fíla að koma bjór þrjóð að laupa? Já, tekur einn og Freka Celsius, eitthvað smork en ekki að brjóta út af vananum Já, þannig þú ætla bara að vera í því að hlaupa 60 km. Já, fá mér máltíð sem henda mér og svo málega, ég þekki líka mig svo vel ég get spilað hann eins og fiðlu, sko ég er að fara að koma ykkur óvart þarna, sko. Þú getur allavega að tekið 20 hringi. Hann ætla að taka 10 hringi og vera að fá sér á meðan. Já, það er 10 sem skemmtilega að hlaupa tipsi heldur en edru. Sigur og nóg, skoðu að hlusta, það er ný heimildin að koma. Steindi Junior í því með KFC að hlaupa. En metið þetta er 3 ringir, sko. Það var þú tókst hálfmarathoni, sko. Já, 2 eiginlega. Þetta er 6,7 kilometrar ringur, held ég. Já, það eru 3. Eða 6. Googlaði fyrir mig, hvað er average person lengi að hlaupa 6? Það stóð 51 mínúta, cirka. 51 mínúta? Ok. Það snert í vesinni. Ég held að það væri bara hálftíma. Nei, þetta er langt. En fólk er að leika sér að hlaupa þetta hægar, sko. Þeir eru að hugsa þetta er long term concept. Alveg hlauparar, þeir eru ekki stressaði fyrir fyrstu 10 tímunum. Þeir eru stressaði fyrir þegar þetta er komið yfir það, sko. Nei, svo ég er ekki hlaupari. Nei. Ég tek bara 10 tíma. Já, sko, við maður sæna í þetta. Ég meina, hann er búin að lofa þessu bæði núna og í blökastunni. Þannig að þetta er bara, hvenær er þetta næst? Þetta er nýbúið að vera það ekki. Og ég er alveg ekstra slæmur núna í líkamannu, sko. Það er bara þess að hyggra. Sko, gæinn sem er með ég er að kynna mér það sinna. Einhver meistari tók bakarslaup í Big Dog Backyard ultra hlaupin í Tennessee í Bandaríkjunum. Hann hljóp sér satt 724 kilometra í því hlaupi var non-stop á hlaupi 4 sólarhring og 11 klukkutíma. Og er hann ennþá á lífi? Já, það er bara ekkert eðla. Hann var fullur núna. Nei, þetta er ekki. Ég held að þreytan kikkir svo svakalinni fólki. Þar er ég með bara ágætis Hvernig er hann næstu 2 daga eftir þetta? Ég myndi halda að hann sé tired. Tired? Hann er bara off í viku. Og fyrir hvað? Þetta er bara, það er svo gaman að testa sig. Já, hversu langt kemst maður? Sko, ég ætla ekki að vera leiðilega stendi, en ég held að þetta ekki var að hlaupa í, sko, reynd, gæti stendi 4 tímar. Hann getur hlaupið 4 sólarhringur. Nei, 4 Þú getur toppað hann Harry Lewis. Ég held að þið Harry heitir þessi gæi. Ég ætla að giska að þið gefist upp og farið heim. Hann er mynda á hann hann er bara eins og steindi. Við erum að fá þennan. Hann er samband eitthvað báðum. Hann er með skegg og með yfirskegg og sköllóttur. Hann er bara að blanda okkur. Það er örgulega lettur að fá viðtal við hann heldur en Tóri. Hvað erum við búin að reyna það lengi? Skilabú hérna, menn eru fannir að setja ykkur bett hvort að steindi náu sig eða ekki, eru að fara stuðlað. Þetta verður stuðlað þegar að kemur að þessu. Hann ætlar í bakarslöpið, þetta er staðfesti. Er þetta í haustu? Ég veit það ekki. Vonandi þín vegna er langt í þetta. Googlaði bara, hvernig er næsta bakars? Hvað heitir þetta? Bakarslöp? Ég held að þetta er bakarslöpið, þetta má ekki vera í næstu viku. Nei, það er aðeins að preppa þetta. Hann er aldrei að fara að æfa sig hvort þið er. Bakarslaup. Mér er ólíklegt, sko. Og hvað segir þú að farir? Ég ætla að gíska að ég farið 10 hringi. 60 kilometra? Já, þetta er í mæ. Síðast að vera í mæ. Sýnist mér. Þannig að þú hefur smá tíma. Mæ? Já, mæ? Ég veist í ár. Ég þarf ekki að pæla í þessu, sko, í helviti langa tíma, sko. Talandi mæ, það er alveg tilkynning, það er í næstu viku. Já, við ætlum ekki að tilkynning í dag. Nei, við ætlum að það er tís á. Það er risa tilkynning. Tís að sé tís. Já, það er tís og tís. Tís og tís. Næsta föstudag er Þetta er bara einn stærsta tilkynningin. Þetta er stærsta tilkynningin held ég hingað til. Það er bara nýtt. Já, og ekki er á þjóðatíð. Það er ekki nýtt spil. Það er ekki nýtt spil. Það er ekki gefum þetta, let them guess. Nema blöðspjöldin. Þau geta alltaf. En mér langar svo að segja núna þegar við byrjar. Ég var að segja þetta bara. Nei, næsta föstu. Það er rosalega hundur í okkur. Ég heyra það. Já, það er líka bara. Ég var í fertugsamleika. Óskar Örn að þú ert að hlusta. Hvar hendur ykkur steik og raut? Við fórum á Otsi hérna í Kringlunni.
blessaði maður. Pílaður og Já, ég var í pílu og shuffleboard bara Did you suck, varstu góð? Nei, ég var fýtt sko Enduðu þið alveg blindfullir eða? Nei, sko, Skari er að læra Eitthvað mesta fyllibetta sem Íslíkar eigum Já, það hann er þekktur Það er ástæðan fyrir hann er fertur að mæta inn í leiki í Evrópu af því að hann er svo mikil fyllibetta Stór hættan að byrja að keyra í sig fertur Hvernig verður hann? Ég verður að gefa hann Taking to the dogs hann er að læra Við tókum þetta út sem úlingar sko. Nei, hann var fertur í gær Hann ákvaða rétt fyrir leik að halda upp á það eftir leik og unnu 5-0 og vikingar bara til lukku Konur, þetta er Álur Kass Hitti Arnar Guðla Ásjón í gimmin í morgun Ég held að sé skæð bróðandi gæði á æðinu Var hann að fá launahækkuna? Hann lít, ef allt er eðlægt þá fær hann commission fyrir að koma það svo langt Commission? Ég minn anskotan hafi það Annars er ég bara heyri í Arnar og við erum að semja på nýtt Við þurfum commission Já, en bara, til lukku vikingar En hann er að læra, hann var ammali í gær og aftur á morgun Það er blöðafílingur í því Ég er að fara í steik bara í Njarðvík á mömmu á samorgun Við erum að halda upp á fertursamæli til mig eins og mömmu sinni Já Og farið í lónið En það byrjuði alltaf gós náttúrulega Ok, það fer ekki í lónið þá Ég veit ekki, nei, ég held að það sé bara í Njarðvík Er fertursamæli í Njarðvík á morgun? Já, hann var fertur í gær Varst þú heldur upp ammali á morgun Er ekki niður í miðbæ bara eða eitthvað? Nei Ég veist, svo endar þetta í bænum Já, endarlega mökkaður Þetta er flöskuborð Ég er með nætupersonu á morgun Er ekki eitthvað rúta í bæin og svona? Lítur að vera Vestafalli græði í það Þetta er flöskuborð Já, þetta er Síðasta flöskuborð þegar, þá dró Óskarið á það ekki? Reyndar, og það er sönn saga, það trúið enginn En hann dróð maður síðasta flöskuborð Til lukkum með daginn, Skari En þáttur dagsins drengir Spurningkeppni Gilstans, ég veit ekki eins og hvað þið er Já, hörru, seasonal keppni núna Nú, hvað er seasonal? Nei, ég með það er nokkura sem eru seasonal Ég vaknaði, þegar ég labbaði þetta í morgun Hugsaði bara, hörðu, ok, það er ágúst ennþá Það sumar það ekki, ennþá, technically Já, maður finnur ekki fyrir því, það er ógeðslegt viður Það var 6 þegar hitt úti Þannig ágúst hugsaði Það sem hugsaði Ógeðslegt viður, king of ógeð It's coming again King of ógeð Það var daginn Jú, það var ekkert svona síðan það var Það var ekki season, það mátti ekki Það er bara 3 vikur sem þetta var Nei, þetta er bara Það komið þessu aftur Ég vann þessa keppni síðast Þú pakkar það saman síðast Og ég mann bara það er mjög stutt Já, þetta er stutt síðan Já, ég meina Season, þú veist hvað það þýðir Já, sko, þegar ég labbaði út í morgun Ég veit, ok, technically það þetta vera meir í það Herru, þú lítur að sjá það bara á tölvunniðinni Þú dokumentar allt, hvað er langt síðan þetta var? Já, það er bara heldur góð spurning King of ógeð er nýbúið að vera Ég ætla að giska að þetta hafi verið bara í 2-3 mánuðir Bara í júni eða eitthvað Já, sko, það er komið tíma eftir ég labbað út Þetta er alltaf ríka Hvernig segir við menning á ennskaptur? Það er stóluðum mér hérna Culture Já, ákveðin ekki með King of Culture Menninganótt og Það er frábær hugmynd Ef þátturinn ekki byrja Ég má preppa þess að í svona 7-8 klukkutíma Ég breyti ekki núna, sko Herðu þið allir ekki niður í bæ á morgun? Já, maður Það er fullt að gangi, tónleikar og alls konar King of Ógeð var 31. mæ Já, þetta er 2,5 Þetta er aðeins Það er sínleika bara hversu slagt það sumar er búið að vera Þegar þetta kemur svona stutt á milli Þannig að King of Ógeð aftur Við erum með Blast from the Past Við erum með kortumyndur frekar Og ég fekk hjálp bæði frá Rakel og Sveppa Þannig að þetta er svona í grófari kantinum Vondur að fara frá konunni Þetta er grófasta liðið, sko, þú tala við Já Þannig að það er rassaspurningar Nei, það eru ágættar Þetta er ekki bara rassaspurningar Nei, ég lofa Þú varst með ekki How do you do fellow kids Herru, ég er að spá ég hendi ykkur í Við sjáum til, ég er að vinna í How do you do fellow Opos Og svo er ég líka með Það er miklu þægilega að hafa það Já, þið eru Opos Þá er það á maður break Já, og svo er ég með líka myndur fyrir Cash og fleira Ég verð til í myndur fyrir Cash Ég reynda rosalega myndur fyrir Cash Ég verði alveg, mér langar að fara að snemmi það Já, förum í það Svo náttúrulega drengir er rosalegu gestur að fara að koma Já, við erum búin að, hvað erum við búin að reyna í mörg ára að fá, sko pappans Við förum þetta í, þetta verða svona baby steps Við erum bara að fara, þetta er taktík hjá okkur Við erum að fara að fá hann Daniel sem er sonunars Björga Tórs, hann er að fara að koma hérna eftir í spjall Hann er bara að halda tónleika á morgun Hann er að fara að halda tónleika hér, risa tónleika á menninganótt á morgun ætlar að fara að segja ykkur frá því og ég með grunar að Egill er aðalega að fara að spyrja hann Snekkjur og David Beckham en við skulum reyna líka bara að fókusa á tónleikana sko, við ekki það. Já, þetta eru baby steps Svo ræður líka giggi líka Það eru 3 gýr og menn eru með einn grænan beint fyrir fram að sig Steindi, þetta er, sko, ég ætla að gefa þér alveg hrós Við spilum síðast þegar þú varst ekki hérna og svo eppiðum við okkur síðasta fyrsta þá fórum við Steikins Sushi Þetta, víst
þetta lag finnst mér verða flottur og flottura með hverju hlustun. Það ekki steikisúsi, ég fíla því tætlur. En Til í allt 3 eiginlega bara orðið upp á slæðinu. Allar að spila það. Ég ætla bara að opna þáttinn á Til í allt. Og spila hitt og eftir. Það nýrra. Tökum þetta allt. Topp tónlistarstöðin FM 957. Hér eru allir Til í allt FM 95 blöð með ykkur á föstudaginn 23. ágúst og drengir, eru við ekki til í allt eða? Jú, ég myndi segja það. Jú, allavega flest sko. Já, mest allt. Alltaf verið. Það er komið að slúðri og sko, ég er með fínasta pakkan. En eina har alveg sama hvað slúður síðu ferða núna. Ég er með nokkrar sem ég svona flakka á milli að það er bara verið að ræða J.Lo og Ben Affleck. Það er svona stærsta slúður í dag að það er skilnaður. Hún er búin að biðja skilna. Já, hún er Ég kallaði það daginn. Já, þetta var vitað. Þetta kallaði Jóniðurinn sko. Já, ég er enda að fæ stigmastu en að framtíða konceptu okkar í blöggkastunum. Herðu, það er rétt. Gleyma því, Í blöggkastunum, framtíða fréttir. Punktur. Já, þú fær punkt þarna. Gleyma því, ok, allavega. En stærsti punkturinn er þú sagðir að Siggi Stormi myndi biðjast afsökunar á veðrinu. Sem að gerði. Ég er því Oracle þarna. En Steindi samt verið með slúðuruð upp á 10. Já, ég man ekki hvað hann sagði þegar þau giftu sig því við fjöllum potið þetta fyrir 10 ára síðan. Já, þetta hann er snillíkur í þessu. Ég kalla svona hjónabönd svona hjónabönd sko. Nema það að það er að koma meira og meira í ljós að það er nákvæmlega sem Ben Affleck vildi ekki en J.Lo vildi. Og það er alltaf annað sem vill svona sko málið það má ekki gleyma því sko. Það er til svo mikið af fræðfólki þú sérð þau ekki á öllum forsíðum sko. Nei, þú sérð ekki Jay-Z og Beyoncé. Þau eru ekki á forsíðum af því að vilja það ekki. Nei. Þetta er góða punktur. Þú stjórnar þessu upp á ákveðnum mark saman. En það er bara að ressa út að borða og eru paparazzi. Það er allt annað, það er bara ekki forsíðufrétt. Nei, það er ekki forsíðufrétt. En J.Lo var ekki að panta ljósmyndara með að taka myndir. Það sem er að gerast núna svo ég fari svona létt í slúðrið er að þegar þau byrja aftur saman og gifta sig þá er hann nýbúinn í meðferð og eins og vinir hans segja á svona vulnerable stað. Hvernig segir þetta á íslensku? Það er bara viðkvæmum stað og ástofngin að henni og bara á alltaf verið vinið frá því voru saman fyrir mörgum mánu síðan einhvern veginn og svo bara dettur honeymoonið af leið og þau fara í brúðkaupsferðina þá eru þau eld út allt og hann nenni því engan veginn að meðan hún fíla það og þá er ég ekki að dæma hana fyrir það en eitt, veist, hún er bara Hver segir hún fíla? Það er náttúrulega frá hans Það er örugt Nei, kannski fíla hún ekki en Segir J.Lo, ég er held okkur hérna Nei, ég er ekki að tala um það en hún er að pussja, veist, hún er metin Við þrír vitum ekki Hún er þrísar svona ríkar en hann og það er út af vörum og öðru sem hún er að pussja á Þetta bara fylgir því Þau geta leikt bara eitthvað villu og kóm og verið í friði Pottið En þau eru væntanlega samt alveg svipað þekkt Já, en svo er annað af því að talandi að Batman það er engin kaupmáli Þetta er samt ekki beint og hún er metin á sko 400 miljónur og hann 100 Yes Þannig að hún er, metin á 55 miljardar og hann er metin á 20 Hann er að geta some cold hard cash þannig Ég held ekki, er þetta ekki bara svona Jó, þau eru gift, ekki? Jú, þegar 2/5 af manneskjur í Hollywood giftast, það er bara disclaimerar, þú veist, það var ekki Ekki að það er ekki kaupmáli Það var ekki kaupmáli Já, og hann heldur að hann sé Sem þýðir að half Ég heldur að hann sé að fara Ég held að sé ekki að fara fram á það Nei, aldrei Ég held ekki bara steikt Heldur ekki, hvað heldur sé bara að beigja þér lof bara út af því að þetta er hvað, Ben Affleck og J.Lo Nei, ég menn En af svo er hverju þetta ætti sem svo grilla, þú átt hann svona að mikið- taka af henni fullt af pening Þú eru gift Já, þú veist, það væri bara svona steikt Ég er saman Á hann ekki bara nógu peninga Hvað var Jú, að segja, hann- heyrðu, þetta er rosa steikt J.Lo en að ég skal bara, farðu bara áfram í fyrir sigurlega, þetta er ekkit vesinn Ef þú ert Sko, metin take half Ef þú ert metin á 20 miljardar Ertu ekki bara helviti Take in sáttur half Ég meina, hvenær Hvað er vil ég nóg mikið bara bett upp nóg á að ég skal take half Vil ég þetta, Ég skal bara, koma hérna ég er til í alveg bett að hann gerir það ekki Já, ég líka kjaft. Ég ætla að kalla að hann Já, gerir það sko. ekki 100 Hann mun taka hverja einustu krónu þarna Er það? Já. Þau eru bara, eru ekki vinir? Er þetta ekki bara, það gekk bara ekki upp? Gekkjaði Þau eru vinir, ekki þessi óvinir. myndir að þeim er bara glöðustu vinir sem ég séð Nei, Blöð var að segja að þau væri búin að vera vinir öll þessi ár. Þau eru, ég held þetta sé svona Þau bara smell ekki Já, ég held þetta sé þannig Ég er Ok. sammála, Steindi, við erum sammála hana Já, Við setjum þetta bara á hold þangur til að þetta kemur í ljós Já, nei, ég er til í Hlustundur eru á tánum Já, þannig að já. þeir bendur grátt á að Já, þetta ef er að Ben komin Affleck byrður half Hvað er veðmálið sem að Ég er alveg til að taka þetta Bjór á veðmál. barnum. Bjór, vá, því líkt veðmál Herðu, talandi skilnað að þá þetta er náttúrulega, þetta er ekki fest En bara skilnaðapunktar í dag Nei, Ég er þetta- gaman að því, skilnaða þema Já, það sem er að koma í ljós núna er náttúrulega Tommy Fury og Molly May eru skilin og kynntust í Love Island og Molly May Molly May og Tommy Fury Ég er ekki Tommy Fury, það er kongur
þau eru Þetta finnst mér vera rosa gúrkutíð maður. Nei, þetta ok, ef þú horfir á Love Island þá veistu allt það sko. Já, en þetta er bróðir hérna Tyson Fury. Já, við erum að tala hann hann hefur afrekað eitthvað. Ekki vera drullið við Tommy. Nei, ég meina þau byrjuðu saman í Love Island. Hvað var alltaf að gíska á það væri bara forever? Nei, en þau eru samt gift og voru gift og búin að eignast barn og eitthvað. En hann var vist að halda fram hjá með danskari konu. Ég vissi það endur ekki, að þú ættu börn og eitthvað. Nei, bara barn. Fór hann í The Danish. Já. Og þegar hann byrjaði með danskari konu. Munið það að Sly Stallone sagði I hate Danish í Tango and Cash. Það var að skilja við frúna sem er dönsk. Sagði hate Danish, skaut á hana í Tango and Cash. That's the moment sem í the history of Hollywood. Heldur að þjóðin muni bara eftir 40 ára gammal mynd. Hann sagði I hate Danish og hann var að skilja við konuna sem er dönsk. Það er great comedy. Hann lauma því inn í mynd. En sko, hann kynntist inn í Makedóníu og hann er á jamminu núna í Makedóníu og hérna fólk er að leggja saman 2 og 2. Þetta er Molly sem bæði vegi er eitur. Molly, Liv by the way. Hvað er hún núna? Hún heitir Molly May. Hvað er hún? Ég er bara í Breitlandi. Þetta er einn stærsta samfélagsmiðlastjarna. Hvað kallar þetta? Content creator í Breitlandi. Nei, það er creator. Já, creator. Er þetta ekki lengur content creator? Nei, það mátti ekki segja það. Bara segja creator. Hreitt niðurlandi. Amatör að segja content creator en the professional segja I'm a creator. Finnst þér orðið bara áhrifavaldur? Var það niðurlandi að kalla þið það? Nei, ég myndi alltaf lega á Íslandi. Hann náttúrulega veit þetta ekki, þetta er bara sem að Rúrik segir hún. Íslenska sígur. Allt asnalt á íslensku. En þetta er creator núna. Bara segðu út í LA og spyrir þið, hey, what do you do? I'm a creator. En ákvöru er orðið asnalegt að segja content creator? Það eru clowns. I'm a creator, þetta hljóma bara eins og þetta segja bara og sér útkomin í low budget content creator sem segja I'm a content creator. En akkur ekki að frekar komin í Rúrik og Leo þessu mæli hvarða þá ertu bara creator. En þú veist að það var Rúrik sem sagði þér þetta sko? Ég fæ mitt info frá honum. Já, annars myndir ekki vita þetta. Hann uppdataði með það. Mér finnst þetta bara svo skrítið, ákveður ekki bara I'm a content creator. En akkur ekki að segja frekar bara, já ég gerir bara eitthvað vídeo á Instagram. Já. Gerir bara einhver vídeo á Instagram. Það er það sem þú ert að segja sko. Ég bara, veist þú var aðeins að ég er að gera vídeo á Instagram. Annarkort er ég að gera eitthvað rugl, eitthvað fyndi eða ég er að setja einhverja myndir eða ég er eitthvað staðar. Þá ertu að create. Þú ert create, ég var að fytum að Rúrik í morgun. Þetta næri ekki lengra. Hann er að fara að taka leiki í bíómyndi í Þýskalandi. Þeir eru út á sunnudaginn og er 2 mánuði í tökum. Það er heilt svona. Það er langa tökur. Ein bíómynd, 2 mánuðir. Og veist hvað þetta er inside information. Við rættum þetta bara þegar það var á Nærbúksunum í Versace og var klípan. Það var að senda hún skilabóð. How do you like your coffee, sir? Nú að senda hann á Íslandi hvernig hann vilja kaffi sitt áður en fyrir út í tökur. Ég man ekki eftir að Hannes að senda mig og tóku leilögur og ég vilja kaffi mitt sko. Hann benti mér á kaffi og sagði ekki sér þetta kaffi og grjót haltu þessu saman, það veist ég fikk að heyra sko. How do you want your coffee? Það var að senda það á hann. Það fikk skilabóð. Síðast í mólin en hann var ómækjulegur. Ég held að það er vel gefst. Ég er ánægð með Rúrik maður. Hann er að gera góða hluti. Hann er creator. Ekki content creator, hann er creator og sko ef að Molly May og sko ég held ég væri með gott slúður. Er þetta búið? Já, við skuldum auglýsingar fyrir sko 17 mínútur. Molly, er það etabla? Ég veit það ekki. Nei, nú er ég bara að segja satt. Hvað er Molly? Mér finnst þetta bara svo rosa slappu pakki svo með maður. Nei, ekki J-Lo og Ben og það. Það var bara blöð. Nei, menn að gæst ekki fyrir. Hvað er þriðji mólin? Það var allt geggjaði mólin. Klukkan er 20 mínútur í 5. Við erum búin með 2 liði. Ég maður ekki auðlýsingar. Tími flýgur. Ekki heilt betri mólin held ég. Ég ætla að opna með reitt túborg og svo heldur við áfram. Þetta er FM FM 957. Veit ekki með þetta lag. Heitir Strangers. Þetta peppuðu tónlistunum FM 957. Geggja lag. Kenya Grace. Það verður gaman að vera samt með meira partí. Já, okkur er laumast þetta aðeins. Þetta er Rikki að þú ert að hlusta. Þetta á ekki að vera í okkar þætti. Rikki búin að vera í fríi í 3-4 mánuði. Nei, hann er löngu komin aftur. Já, það er komin aftur í fríi saman. Já. En fínasta lag, örgulega fullt af fólki sem var að hlusta sem að fíla þetta. Óskar fólki til hamingju. Með hvað? Langar óska Johan Berg, okkar bestamanni, til hamingju með alveg cash move. Já, herru, hann er komin til Saudi. Hann er veldig Saudi. Já. Og við þurftum ekki að lána hann pening fyrir a cup of coffee. Það var í fínum málum. Hann er í toppmálum núna. Já, eina, sko, hann er besti vinur Bruno Fernandes. Það eru besti félagar. Já, geta hann ekki henda okkur einhverju áhritaðri treyju þannig okkar mannið það? Hann getur 100% að það. Já, hann ekki með þetta cash move, Joey. Já, vel gert.
Það hins vegar, drengi, komið að hvað ætluðu aftur í? Ætluðu að vera í myndur fyrir Kæst? Þú taka næsta liða? Já, fyrir bara í myndur fyrir Kæst. Ég búin að vanda mig mikið við þetta. Bæði veginn smá svona bara eldsnögt hérna. Talandi Sáti, myndur fyrir Kæst? Já, Það tala um að bakaslaupið sé í september, ignorum þau skilabóð, fókus frekar bara mæi það ekki. Það bara ekki september. Það búið að dælast á mig að fólk til að veðja gegn því að gera þetta. Gumball, okkar besti maður. Þjóðin að fara að setja bara aðleguna á mótið. Við erum erlendis í tökum allan seft, þannig að ég þarf að fara í mæ. Byrju, þetta núna? Það er alveg að segja, þetta bara greinlega keppni bara eftir nokkra vikur. Við erum að fara í drauminn. En þú voru að taka þetta bara næsta ári. Já. Þú voru átt í læfa þig. Er þetta þá í seft á næsta? Hvað mædæmi var þetta sem þú fannst það náða? Allan að fann ég ykkur frétt frá mæ. Mögulega ég að hæja mér, en þú veist allan kannski þetta oftar en einu svona ári. Þetta ekki með specialty. Hvað your specialty? Út í það farið? Bara entertainment, light beer, bodybuilding, create things. Það your specialty. Hvað ertu með í myndur fyrir Kæs? Ég er með 3 í myndur fyrir Kæs. Ég í þannig gýri, ég geti setið hérna til svona 9 kvöld. Setjum þetta 9 kvöld. Segjum bara ekki, ætlum að taka takeover. Þetta 5 tíma vakt. Við gerðum það ekkert, voru við ekki ekkert að röfli í 3-4 tíma eða? Við vorum í 3 tíma á föstudaginn langa í COVID. Ég er alveg til að taka einhvern tíma svona marathon sko. Þetta COVID. Ef við lendum í global pandemic, þá tökum við 3-4 tíma sjó. Já, ég las nú einhverja frétt daginn að Ababólan væri farin að sína sig hér og það. Já, það var gaman að fá hana. Já, með sko hvað hræðum í þessu. Maður lesi þetta. Nei, ég er ekki að greinast núna. Ég man til ég las COVID í Kína. Maður var einhvern veginn bara, þetta kemur aldrei hingað. Það sem ég er hrættastu við sko, þú hrættu við allt? Já, ekki ef sko, ég er að segja þegar mætir. Það er þegar svona verður einhver sem fær svona hundæði og verður með rauð augu og slefandi og þetta verður svona nánast svona zombie stöf sko. Þegar það er dætturinn ég er ekki að segja zombie, ég er ekki að tala um að þú veist, dautt fólk rísu upp og ég til heila. Ég er að tala um bara þegar fólk verður svona tjúllað bara heldur að það muni gerast árasagjant og hlaupat út allt og svona fólk, en þetta samt skilur vennlegt fólk, en þetta er ekki skilur zombies, þetta er bara svona eitthvað hundæði stæmi sko. Já, þá viljum við þá þurfum við að læsa okkur inn í heldur þetta ekki að vera að gera sko. Nei, það förum í myndur fyrir Kæs. Það var gaman samt. Nei, þetta var ekki gaman. Hvað ertu með? Fyrsta, og ég væri til að taka svo alvarlega og reyna að velta á svolítið steinum að því að ég er að setja réttar upp að þér á það. Þú veist, held ég. Fyrsta, myndu við fara í 69 með kallmanni og þeir náttúrulega, og nú er þetta ekki eitthvað svona því að þið eru sko gagkinur og þetta er ekki þannig. Þið verður að klára, ég ætla að klára þetta. 69 með kallmanni og sá sem færi þá undan deyr fyrir 8 miljardar. Hvað er þetta að bila? Aldrei lífin. Þannig að þú ert basically gæðin sem er hámarki fyrr drefst. Það er alveg sama hvað þú þarft að vinna fyrir lífinu sko. Já, en alveg sama hvað þú myndir bjóða mig. Ég myndi aldrei fara í eitthvað sem ég geti dáið. Nei, já, menna sko 8 miljardar, var ég búin að segja að þetta væri 8 miljardar bandarækjadólara. Nei, veistu hvað þetta á að vera? Nei, þetta ætti að vera 8 BUS. Já, ég var að segja það. Nei, þetta er frekar, myndur þú fara í þetta fyrir bara upphæð og sá sem að klára, sem sagt, ef þú vinnur þá farið þú peningin, það þarf enginn að deyja. Þú skal meina? Það bjóta til að þetta er bara miklu betri spurning bara, myndir þú gera þetta fyrir 100 miljónir og ferði í þetta og sá sem fær þá undan fær engan pening. En hefur áhugjör þú verið að pre-ejaculator? Nei, ég færi í þetta fyrir peningin. Ég er ekki að taka senst að deyja. Þannig að basically þú myndir ég veit allt hvað að gera þarna sko. En það veldur alltaf hvað að gæja með sko. Veistu allt sem á að gera þarna? Því ég er bara hún eldri maður. Ég get lofa að blöka hann þetta på 10. Já, ég meina, er það að tala um bara hvað aðferði þú myndir nota til þess að vinna? Já, það væri alveg gaman að fá að heyra þér. Það er kannski fleiri. Nei, það setja fólk yfir að bylgjuna núna. Nei, þetta er bara þannig. Þau eru að tala um eitthvað miklu gróðara. Keppnismæður myndi detta inn og ég myndi fara í þetta ef það var alveg en þetta veldur alltaf á hver er on the receiving end hinum megin. Þú fær ekkert að vita það. Þetta er bara Ákveður skiptir það máli. Bara þarf að mæta þarna í keppnistemningu. Þetta veldur okkur að gæjot með í 69. Þú ert ekki að horfa á hann. Þú ert að keppa fyrir með hverju verðt með þarna sexual
Það er bara randongaf, einhver Fyrir mér skiptir engum máli Þú ert að keppa 8 miljard Ok, það segir mig, Matthew McConaughey The Toadfish var alveg sverið þig Nei, bara það sama fyrir þig Ég myndi sér þess að Það er talað Matthew McConaughey Ég fekk loksis Rakel til að horfa Interstellar í gær Djúvill, er hann góð maður Nei, fyrir þetta Þannig að það er alveg sá mig Hvort það er 69 með Toadfish eða Matthew McConaughey Já, fyrir mér, ég er bara að reyna að vinna þess 8 miljard Já, Blöð er að reyna bara að vinna Ég er ekkert að hugsa hvernig hann lítur út Þú vilt náttúrulega, þú vilt helst fara Þú myndir að freka vilja Toadfish Þannig að það voru minni líkur á Þú myndir helst vilja fara í bara in and out mission það bara með trikkin sem blökk En Tóri er gæi sem færði á nanosekundu sko Hvað finnst þú um það? Matthew McConaughey er bara það sexually active Hann er 2-3 klukkutíman á áma Ég ætla að vera rétt snerti bibban á Tóti Svo hann er bara sagður þú snerta bibban á Tóti En hver er upp eins og þið færið í þetta? Ef við erum bara reynskilnir Og Steindi, verður með Þú vart náttúrulega að fá leiði frá konunni En ég er að spyrja spurningum Ég ætla ekki að það er ekki að svara þessu Blöna og snúi sér við Helvitin á þeirra að taka Það snýður sig frá að spyrja Já, það er bara betri spurning Þú vart með leiði frá fjölskyldinni Þetta er náttúrulega ekki Það er ekki bara að stríma sér læg Þetta vita allir að fóst í þetta Þú vorst ekki að bera þetta undir strákana Spurningin bara, þú veist, hvað ætlar að fara að segja bara hérna, Matteo og Teddy Aldrei Og hætti að setja nöfni Ég er að segja drengir Ok, það er bara þannig, þú ert með leiðið blöð og þú ert á leiðin í þetta fyrir 8 miljardar íslenska krónur og það er rosalega upphæð sko. En eina er að ég þurfti alveg að lækka þessu upphæð því að þetta var upphæðin að þú myndið sko deyja. Já, sem er, mér varst það svo aðstæðan Ég get lofaður því að blöð myndi lifa lengur en Tóri Ég ætla bara að breyta þessu, ég ætla að segja þetta sé bara 200 miljónir að fara í þetta 200 miljónir að fara í þetta, þú getur annarkvæmst fengið ekkert eða 200 miljónir Hvernig fór þú 8 miljónir með 200 Þegar þú heldur alltaf lífinu Þú deyrði ekki Ég myndi ekki gera þetta, jú, hvað, 200 miljónir Svo getur þú fengið ekkert eitthvað en samt að þú færð það Þetta er sík Þetta er minn eitthvað það er næsta spurning Ok, blöð var on og þú ert on eilminni Mér spyrir þetta sem var að það fyrri opsjónu og miklu betra Hörru, þá næsta, myndið svissa líf ykkar við líf Rúriks fyrir 0 krónur? Nei Já, þetta er ruglaður Nei og já Eina sem að gera er að ferra Ég veit að Rúrik er að hlusta Ef Frank opnar eitthvað edition hotel eitthvað staðar Þú veist þú ást ekki böllengu þá Hver er fyrsti gæði sem hringir í? Sko málega, ég veit alveg að hann er að lifa góðu lífi Það sem eins og blöð kom inn á það er náttúrulega aðalatri er að þú ert að you're leaving the family, sko Það er ekkert hægt Þetta er skrítið Veit ég sérst af því að leaving the family Er þetta ekki Bad Boys drastliðan og setti hann á augur á mér Ég búið að gleyma öllu Bad Boys, Men in Black Bad Boys Men in Black pennin Ég bara Will Smith Ég tók Bad Boys daginn og þetta fekk að lélægundar það er önnum bara keep my er þetta Men in Black shitið að svo bara setur frá augun á mér ég man ekki og grisleika og ekki neitt og ég bara næstu opnum audition having a hell of a time dansa með einhverju mál svona stöndinni tökum Men in Black pennan á þetta því að það er svolítið erfitt þú getur náttúrulega ekki farið frá börnum þá er þetta samt ljót umræða af því að bara ég held að Rúrik sé alveg að hamingsamur við en bara öðruvísi gangi ljót umræða minnur að þú myndir hoppa yfir í pennan eftir að tala um að það kemur heim og fjölskyldan fúl Já, ef ég segi nei þá er ég basically að segja að líf mitt sé betur en Rúriks sem ég er bara ekkert sammála þetta er bara öðruvísi ég veit ekki, þið eru bara með allt hann er með fjölskyldu og bara ertu að fara heim núna og bara Ég hef verið á Sundlaugarbakka þar sem var stíð og andlitið á mér til að tala við hann bara svo ég verið öskubakki ég meina þannig ég veit alveg hann lifir betra líf en ég sko ég meina ef þú satt svissa lífið með Toadfish þá ég myndi segja bara nei, þetta er eitthvað rugglaður en þú ert að segja hann lifir alltaf bara lífið sem engin íslíkur lifir Þú varst að segja á hann að væri bara Speedy Gonzales í bólinu og væri allt í Tóri Já, en ég tala með að svissa lífi með Rúrik hann lifir góðu lífi en ég er mjög ánægð með mitt líf eins og það líka þannig að þetta er svona þú myndir samt vilja þetta er tough call þannig að Egill myndir svissa blöð ekki er það svoleiðis? Nei, hann var basically að segja að hann er ánægð með sitt líf tough call Þriðja, myndu við borða nammi úr neðstu fá njallan og hafa hann fram á jólum jólanjálgur fyrir 40 miljónir Já Það varstu basically meðan núna 23. ágúst og ert meðan alveg fram á jólum Nei, ég fyrst að gera eftir draumin, ég get ekki verið með njálgi draumin En samt maður spyrja, þú ert alltaf minn sérfræðingur í njálg Ef ég er með njálg ég finn ekkert fyrir á daginn Jó, og þú varst hvað Pétur sagði hann kom til okkur að tala um þetta hann finnur hann kíkja út á kvöldin Já, ég átti að það á daginn
Já, finnur ekkert á daginn? Já, daginn, bara, þessu núna myndi ég ekki finna fyrir honum. En því ég fyrir að sofa og líkasettin fyrir að droppa, þá leitar hann út úr raskatuna, ekki? Jú, eitthvað. Herðu, jæja. Nei, býttu, mér langar að heyra þetta. Mér langar að heyra þetta. Nei, ég myndi taka með njálg fyrir 40 milljónir. Líkasettin droppar út sofandi og þess vegna fer hann út. Já, og hvert er það að fara með þessu? Mér er skýtt sama að ég finna hann ég veit að gera sér sofandi þá kemur 40 Þú vaknar alltaf Þetta var léttspurning Vaknar alltaf ef ykkur ormur að kíkja út á rassina Þú vaknar ekki út stein sofandi í djúpsvefn Nei, þú tekur bara svefntöflu Hvað er þetta já að báða? Já, þetta var létt sko Og líka þetta er ekki hættulegt og losnaður hann njálga bara á jólunum Það er bara góð dýl fyrir sig Ég get sagt ykkur, ég hef ekki tekið þessu dýl Ég er bara skoplaði svo á mig Topp tónlistarstöðin FM 957 Það eru Dynout og Bodyfuel sem að bjóða upp á FM 95 blöð Hér á FM 957 Drengir, notið ekki Dynout appið Þeir eru að panta ykkur út að bara Ég þarf að vera duglegri við það Ég bara Að þurfa ekki að syngja eitthvað Ég elska En svo er þetta líka gjafabrifin Það má ekki gleyma þeim Frá opna Dynout Hvað ressa og allt fara á Það er ekki að syngja eitthvað trúð Þetta er enda helviti sniðugt sko gjöf Gefa innegg þarna Ég veit, en ég er náttúrulega ennþá Ég ringi á veitingastæði Já, sko, hvað er aður? Já, bara Opna síðuna, nafni á ressanum Hvernig átt koma, enter Ég ætla að fara inn í þetta Þetta er bara hálfum mesta veist að ég komast í sko En hérna það er hins vegar komið að spurningkeppni Gilsarans Og hvað voru að tala King of Ógeð sem var bara daginn Seasonal keppni Má læra að valla þessi seasonal árslega Nú er þetta orðið svona Hvað er þetta, 3 mánaða fresti? Já, eiginlega bara, þetta er svolítið bara sumar, haust Og svo kemur bara, þú veist eitthvað, vetur, vor eitthvað Þetta er 4 sinum ári Þetta er keppni sem vilt ekki vinna á Steindi vannan síðast Nú er þetta bara hreinskilnir 4 sinum á ári Þetta er 4 seasons koncept maður Það er ógeðslegt veður Það er alltaf 3 mánuður í hana En ég meina, það jákvæði við þetta Þú ert aldrei með titilin lengi Já, reyndar, já. Þú ert reigning champ og ég geti tekið að þér Sko, það væri geggjað núna Það var blöðmöndi pakkaður saman Og það væri 1-1 fyrir næst En erum við ekki reynskilin þetta er keppni sem þú vilt ekki vinna? Nei, þú veit, ég er ósum Þú vilt vinna þessa Hvað viltu vera king of ógeð? Já, minnst ekki svo Það er eitt að vera king of party eða king of, veist Minnst king of ógeð vera góð Það er ekki marga keppnir sem maður hefur viljað vinna, sko Þetta er svona sísta Þú vilt ekki vera king of ógeð King of summer, king of þjóð Já, það er strax betra Já, hvað viltu vinna? Þú vilt líka vinna king of ógeð, sko Alls ekki Þú vilt líka reigning champ stendi Smá svona Ég vil fá þér reiðan inn Halda titlin Þannig stóniðin Já, það ekki? Jú, ég til Þannig að málega það eru óvinni margar 9 þegar maður kerði gágar nokkar snöggar og kannski aðeins lengri 9 Ertu það mikið ógeð og hérst vöku fyrir helli flugvél með hrótum? Já, mér finnst það nú ekki vera það var ekki Mér finnst það ekki vera ógeð sem gerir það Þú mátt ekki heldur orða þetta svona Egill Hvað meður Þú mátt ekki segja, ertu það mikið ógeð King of ógeð Já, þetta er ógeðlegt bara Ok, leið mér orða þetta Hefur þú haldið vöku fyrir helli flugvél með hrótum? Já, það er strax skári Það er skára Orða þetta penna Mér finnst það samt ekki ógeðslegt Mér finnst það hrótur ekki ógeðslegar Nei, ég sagði það aldrei En þú veist alltaf á stigi king of ógeð Já, þú veist ekki alveg beint að segja Þú sagðir að reynda rétt á þann Ertu það mikið ógeð Já, þú mátt ekki orða þetta svona Nei, en konceptið er king of ógeð Fólk náttúrulega, sko það hljóta, sko, það er ekkert allir Sko ég er að sjá það núna, ég er eldsnögt yfir þetta Allar byrja á ertu það mikið ógeð Þannig að ég geta sko það er mjög Bubbi fengið nóg á stöðinni hérna Ég er að sjá fréttið það Á stöðinni? Já, bara á landinu, stöðinni Herri, já, svo var Maja systir að senda mér að byggu 20.000 manns í hérna Finnsbóng, ekki 600 Það er basically eins og Akureyri, það sem ég bjóð í Svíþjóð 20.000 manns Bubbi var að taka okkur 600 M á okkur leiksýning okkur hann búið fókið Þú er alltaf að því að blöð, þú getur gett lítið úr því Ég meni, ég elst upp sko að byggu 3-4.000 manns í Mosó Þú veist þegar ég er allast upp sko Já, mér finnst þetta bara lítil bær Já, eitthvað svo leiðis Mjög fáir Það veit ég Er 1-0 fyrst einda Ertu það mikið ógeð, þú ert venjulega boxer núna Já Já Mér finnst það bara ekkert ógeðslegt, mér finnst það bara eðlilegt Má sjá, ég veit ekki eins og Steindi, má sjá Ég held að það sé Commando Stóni Já, ég er bara í Nike nærbuxum Það er ekki bara Ég er í alveg eins bara Erum í eins nærbuxum Það er bara boxer Spytir fyrir sexy rúi hérna núna Er ég þá bara ógeðslegur? Nei Það því ég er í boxernærbuxum Nei Þú sagðir, ertu það mikið ógeð og þú ert bara í venjulegu nærbuxum? Ef þú ert ekki í Versace þveng þá ertu bara ógeðslegur Ég finnst það eiginlega bara ógeðslegra Við þurfum að fá Pétur aftur í spjall og hann að lýsa fyrir okkur að við hittum hann á salerinu Já, það er að Pétur var búljaður á klostið þegar það er í nærbuxum bara Það er bara, ok, núna, real talk Það komast ekkert allir upp með það að vera í þessum nærbuxum sem var Rúrik í Höfum það bara hreinu
Það er bara kjánalegt ég væri í þessu. Já, þú veist að þú færi úr buxunum og væri bara í Versace G-string, það myndi ekki alveg klæða okkur þrjá. Og ég byrjar að snögg edita hérna og það var eftir það mikið ógið fann allar og þetta hérna slepptu því Já, ég er búin að edita þetta Hefur þú látið einn rífa fyrir fram að frúna þegar hún er í gýr fyrir samlíf? Nei. Ég tala bara svona að segja mig okkur ég er ekki að tala rétt fyrir samlífið en kannski bara svona ég rekvið bara kannski 2 klukkutíma áður það ger ég ekki, við höfum rætt þetta áður ég gerir það ekki, ég fyrir inn á klósett og þykist þurra mig Steinn, þú ert svolítið viðræstarkall ég rekvið því það rekvið og hérna, en ég ger það ekki upp í rúmi og fyrir að reka hátt við þar eða ég er bara að rek við, skilur, ég er bara heima til og ég veit alveg hvenær það skemmir moment ég er ekki að skemma moment en þú er ekki til kveikjaran og ég er að segja Chris Farley þú fer ekki til það ég næ ekki kveikjaran ég ætla að vona ekki ég hef samt reynda sko er það? já hefur þú reynda að kveiki brömpunniðinu? já og virkaði það? já ok bara þú sem úlingur hvernig kveiktur í Hægstu við og kveiktir í pöfur? Ég bara rakuð á eld blossi, bara dömmur blossi og frettar á eld að gefa blossi sko ég ætla nú ekki að vera að mæla með þessu sem er DNA í því? Nei, hann hefur podcast líka maður stemningsprump sko en ég hef ekkert gert það bara síðan á krakki sko Herra byrju, engi fekk stig það er 1-0 en þá Ertu það mikið ógeð að þú ert currently sköllóttur nú í dag? Þetta er löðlega maður Þessi var rosalega Þessi var svakar Þetta er bara, þú gleymið í stundum það eru aðri sköllóttir menn að hlusta Já, bara rosalega mikið Það kalla það alla ógeðsla Ég er ekki vissum sem margir sköllóttir að hlusta Ég myndi segja að það væri svo 30-40% af hlustundum sköllóttir Nei Jú Svona 7% 7? Já Þú veist að 30% af öllum kallmennum er sköllóttir En finnst þér ógeðslega að vera sköllóttir? Alls ekki Nei, ákveður þetta á að setja í spurningum? Mér finnst miklu hugguleg núna en þú varst að með bollukirnan og þykkt hárað í strákunum sko En jú, ég er það ógeðslegur, ég er sköllóttur Þannig að næsti, ég er 1-1 Það er að jafn þetta Já, vá Stefnir í King of Hókið? Nei, ég get ekki tekið það Það er svakalegt inn í helgina Já, ég meika það getur Ég nenni ekki að vinna þetta Ertu það mikið ógeð að þú náði þínu fyrsta hámarki á dínu hlustandi á Pearl Jam Já, ok, það er bara ákveð ég á að vinna þetta Það er samt alveg, sko það er svipa á að missa sveindóminn bara með að fara í of heitt bað Þetta er mjög skrítið Ég hata henni að spurja spurningar sem hann veit svarið við, sko Ég á mér þess að bara erfitt með áttum að hvernig þetta gætt gest því að, sko, bara svona þá er ég að tala um líffræðilega, sko Hvað meinar þú? Ég hef sagt ykkur oft áður, hvernig þetta gerðist Þetta var ekkert flókið Nei, en þú veist Þetta er bara hérna, ég skal setja bara hérna Þetta er með lagi Nei, ég bara skilur Sko, hérna kemur parturinn Ok Þú veist, það var Dínu þetta er núna Þú ert á dínu, 12 ára Þetta er heilig gott lag Já, ok, hlusta á hana part Ég ætla að hækka eins Þú veist, hafa þetta eitthvað Já, herru Það varst að hlusta á þetta í græjum eða með headphones Já, ég fekk held ég ódýrustu græjur sem hægt var að fá í fermingargjöf Var þetta ekki bara gamlar Akai græjur? Það fengu allir vinir mínir græjur með svona 3 geisla diskum Þannig að þú varst að vera með 3 í einu Ég fekk það, ég fekk hann 3 diska Fekst þú það ekki það? Nei Hvað fyrst þú? Þú kannst setja 1 disk og 2 kassetur En það er eiginlega betra sko því að hitt bilaði sko Dreifi bilaði með þristinum sko Hann fór bara að láta illa Sko, blöðurinn líf Ég nefnir ekki vera king of walking Ertu það ógæstluður að þú ert að hoppa reglun á salinni hér og þar til að skeina þér? Nei, það ger ég ekki Ég myndi segja ég væri það snirtilegur já að ég væri að því Mæstu við röltum með hótel í AC Þú getur ekki alltaf sagt sögur Slaka það þess á hérna og hoppaði og skeindi sér Ég valdi að sé svo 2-2 Sko málega 3-3 go straight down to the wire Það er 2-3 Þegar ég er í rosalegum gýr þá hef ég líka stundum bóðið ykkur strákurum að koma með í skeinu það er stemning Ég hef hort á hann skeina sig og hann er ekki að skeina Akkur býður eldra að koma með í skeinu? Nei, ég meina ég hef oft ekki Nei, ekki þetta oft, ég sé þetta svona 3 svar Býður það þig með í skeinu? Hann fer inn á klósett Það er bara opið
og skeini sér Starur á hann Nei, ég er ekki bara- að spila hann bara hvað þetta að gera bara spjalla. Hann bara að tjekka hvort sér sviti Ég er ekki að tjekka Hann að tjekka hvort sér sviti og Þetta raskatinn er bara stemningsskeina Þið skiljið þetta ekki Nei, það skilur þetta enginn Jú, veistu hvað, Stemningsskeina. það eru fullt af stemningsskeinurum að úti Ég Nei. er alltaf að hitta lið sem er bara ég tengi alveg þetta Ég tek oft svona Ok, setja- Ég hef aldrei hitt neitt svona- annar sem gerir þetta Er community af stemningsskeinur bara úti Ekki láta Basically ljúga tekur þér. bara skeinu Herru, veitu Er hvað það það? Facebook-grúpi, Heyrðu, stemningsskeinur Að því við erum að tala um þetta Já, ég koma með eitt hérna sem kemur ykkur á óvart Það er 50% Þetta skiptist alveg í 50-50 Hvort þú brýtur saman eða krumpar í kúlu Krumpar í tvöfaldar lótus Þegar þú skeinir þér 50-50 Og það finnst mér Jú, Er þetta bara tölfræði sem að Já, en það finnst mér alltaf Er það science? Hvað færðu þá tölfræði? Af því að ég get lofað þér í Ég bara hef talað við Nei, þú fagmann getur um ekki þetta. lofað Hann er bara að einhverju kynna sem sér þú þetta. veist ekki. Ok, já, ég talaði við Tourguide sem er að sjá Að horfa á alltaf skeina sér þá Nei, ég talaði við Tourguide í London sem er með closet tour og vissi allt um allt svona Ég var að gera þetta bara í daginn með Dóra í ferðaráttunum Herru, og ég ætla að segja ykkur eitt Hvað annað segir sá mestari? Herru, hann sagði mér eitt annað líka 50% af fólki skeini sér standandi Það kom mér á Nei. óvart Það kom mér á óvart Það Og ég- dettur alveg inn hjá mér Já, er það? Það hefur gerst, já Ertu að tala um síðustu svona ekstra skeinuna eða ertu að tala um allan tíma? Það er mest fucked up shit sem ég Af hef hverju? heilt sko. Að skeina sér standandi Í lokin Uppréttur og Nei, Ha? það var náttúrulega Ég þarf að Þetta í- er nebu, djúpur Já, nebu já. Ertu að tala um allan tíman eða bara síðustu? Bara svona síðustu Að því að sko, ég nefnilega veit, ég nenni ekki að fara að nafngreina alltaf hérna, kasta Það mönnum er undir hvað setur ekki bara ennþá Það Ég- fyrir djúpur nebu allir Að Þetta er svona, þetta er búið Þetta er allt farið einhvern veginn og svo ertu bara tryggjit í restinu En ég veit nefnilega um nokkra sem taka það sko allan tíman, frá byrjun Það er skrítið. Þannig að þetta er bara ángríns 50-50 Já, dót það er miklu meira skrítið Málega mann var Það er bara aldrei ruglaliðið. Ég veistu hvað, ég skil þetta Fólki var aldrei kent þetta Jú, Þú fóreldrar kenna manni börnum með Já, það að skeina já, sko. þú veist, jú, ég meina, ég skil það En svo þróar bara þína eigin skeini aðferð einhvern veginn með tímanum Herðu, og- hvað er næsta spurning? Þetta er Ég er sko að þetta zone út hérna, sko. Þetta er tabú Það er Fólk talar ekki um 3-3 þetta Það er 3-3 Já. Og ég meina sko máli, ég veit, það er tvær eftir sko, eftir hvernig það fer, hvort ég höldu að tökja síðust eða hvað gerist, ok, Ok. Varstu það gratt Byrni það sem ég þetta þessi held ég Það er það. Varstu það graður árið 2009 og þú notaði Facebook einungis til að fá tóa Nei Nei Og hættu með þetta veistu, það verður þreyttir að núna, Ég er hættur að hlæja þessu Nei, málið er að- Og veistu hvað ég hata Þetta Nei, við verðum að hætta að segja þetta við hann. Nei, veistu okkur, Það er orðið fyndið aftur Nei. Ég fatta það núna, þetta Nei. er orðið fyndið aftur Veistu hvað er að gerast? Við eigum bara núna að ekkert að minnast á Hot 2 eitthvað, maður á bara að segja, nei eitthvað, af því að leið og ég var alltaf að segja þetta er svo þreytt og von, þá heldur hann svo áfram Þú getur ekki verið með Hot 2 eitthvað, þetta er svo að segja eitthvað töff eitthvað Það er svolítið búið Það er viðbjöður Ok, enginn á punkt að það Nei, Ég byrju, fegstu ekki punta? nei, hvað heldur ég Nei, máli er að hann Ekki var einungis. En máli, hann var alls konar status Það var af og til Hawk 2 á statusjónu Svo var hann líka með alltaf að tala um að vera þunnur og að fara á jammið og allt þetta Ég er ekki sammála blöð Var hann það átti ekki- óó? Já, með mikið veikur, alltaf eitthvað meittur snýri sig og allt þetta Ég var aldrei séð svona Nei áður sko En hver er þessi gaur? Og samt, veit hvað er að sorglegast í þessu? Og ef að fólk er að hlusta F95 blöð og er ekki með blöðkastið, þá var hann að tala um bara statusa sem að er dagskáliður í blöðkastinu og að vera að lesa gamla Facebook statusa Það sem böggar mig mest í þessu er ég er ekki 16 ára Nei, þú ert ekki ég? Ég er 30 Já, Þú veist, það ég er 29 ára Já, það er rosalega Já, þetta er bara í Það er gír. svolítið merkilegt sko. Já, bara í gýr Já. Ég misti ekki það Nei. Þetta voru bara, málið það Tímandi þróast og mennindi með sko. Já, Við höfum oft já, talað um þetta No shame in the game, ég segi ekki Og neinu síðan spurning Hefur þið mist Veitu hvernig er staðan? 3-3, Já. síðasta Það getur verið X Mistur þú saur heima hjá þér einhvern tímann og settið þið í bleiu eða skjöld Aðna, hefðu Steindir aftur king of walking Nei Jú. Nei Þú settir það í bleiu Býtu, Já. ég ætla bara núna að svara spurningunni sem hún kom fram Þetta er ekki Þetta er rétt stig Ég misti aldrei saur Jú, í klósetti Þannig að settir það í bleiu Það er langsóttið það Að missa saur í klósett Já. Það þýðir bara að fara Orðaðu á það saman. klósett Þú ert king of walking. Nei, Þú vilt vinna þetta og glíma sem vil ekki vinna Nei, býttu, hlustaðu Nei, ég er ekki að fíblast Nei, núna. ég veit það Ok, þannig að þú hefur mist saur í dag nokkur sinnum Af því þú fóst á klósettið Nokkru sinn Nei, Þetta er bara hægja nokkur Nei, sinn ok, hvenær kúkaður síðast? Mistur þú þá saur? Hvað, af því þú fóst á klósettið?
Áraðu að dansa aftur, hvernig Hann spurningin? sagði, mistur saur og settur á þig bleiu og Það það varst ekki bara er með nei settur á þig bleiu Það er nei svo heimskuður. Það er jafntefli Ötti, þú ert ógæðslugur Steindi, undefeated í King of Já, Order Reynda, það er það sem ég tek út úr þessu. Steindi hefur aldrei tapað í King of Order. Nýr titill og til hafingu Velkomin Helvítis ógeð Velkomin Ógeð þetta lag Topp tónlistarstöðin FM 957 Það held ég að þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. Þetta er Justin Timberlake með lagið Selfish, drengir, eru þið aðdráttur? Justin Timberlake Þetta er ekkert besta lagið hans. Nei, herru, ég get ekki verið rakkan um tónlistina hérna í allan dag. Nei, það er bara að gera nokkuð í dag Nei, Þú varst ekki nóg Við rættum. annað með hérna En við hefum ekkert verið að spila Justin Bieber neitt Nei. Er hann ekkert ekki út eða? Við hendum í Bieber og eftir en við erum konum með góðan gest hingað í stúdíóið. Já. Og ég held að það ekki farið fram hjá neinum hlustendum svona síðustu 12-13 ára að við erum búin að reyna að fá Björka Tór hingað í spjall. Já. Og það hefur mikið verið rætt að hann kom einhvern tímann í spjall. Já En við erum komið helviti nálægt í því að sonur hans er mættur hingað og heitir Daniel Björgvarsson. Ertu velkomin, Daniel? Sæli, strákar, sæli. Hvernig ertu? Ég er mjög góður en þið. Við erum alltaf feskir. Já. Sko, þú varst að segja að talaru ensku og íslensku í bland. Ertu búin að búa bara erlendis? Sko, ég hef aldrei búið á Íslandi. Ég bý í London, þannig, þú veist, móðurmálið mitt er eiginlega enska. En, þú veist, ég sletti bara smá. Ég er bara ekkert að því. Ég gerði það sjálfur félagarnir hérna sko. Egil talar tölvört meiri ensku heldur en íslensku í þessu þætti Þannig að ekki hafa neinar ágjörða En þú býrði í London? Ég bý í London. Hvernig er að búa í London? Það sem ekki veistlaði það? Þetta er sko, þetta er 10 miljón manns sem búa hana og þetta er, þú veist, örugglega, mikið að gera, þú veist, þar og allt Ísland yfir 10 ár. Þetta er alltaf einhvað, þú veist. Þetta er tempo borg sko. Já. Hefur aldrei langað að búa í Íslandi eða? Hæ? Hefur aldrei langað að búa í Íslandi eða að flytja heim? Jú, mér langaði smá að fara í mentaskóla eitthvað tíma að kíkja í Vestló eða eitthvað þannig. Hvað ertu gamall? Ég er 20 ára. Já, ok. Já, ungur maður Já. Young blood. Young blood. Algjört young blood maður Ég meina, hvar eru þannig í London? Við erum í Notting Hill. Já, það hljómar Það er rosalegt hverfið Það er það ekki? Já, ég veit mjög að næs. Egil myndi vilja búa þar Það er staðfest sko Hljómar sér gott hverju er Notting Hill sko, við ekki það Við erum að fara viðburðin hérna, þú ert að fara að halda risa viðburð á morgun sem við ætlum að fara inn á en þetta er stórt, þetta eru baby steps hjá okkur. Ég veit að þú hefur hlustað, við erum búin að reyna að fá pappa heilengi þáttinn og þú þarfst að hjálpa okkur með það að fá hann í þáttinn. Við þurfum að taka spjall við hann. Sko, fyrsta spurning, ertu vinur Beckham? Sko, ertu með hann í símaskránniðinni? Þú veist, no comment en þú veist, já ég þekki son hans mjög vel. Við vorum í skóla saman og vorum besti vinnir, þú veist, í 6-7 ár og erum ennþá góði vinnir núna. Og hver er það þá? Hvaða sonur? Það er Cruz. Cruz, já. Rosalega nafn, Cruz. Segir bara, hey Cruz. Cruz. Það er aðeins svalar að heita Cruz Beckham heldur en Matteo Blöndal sko. Matteo er national name líka Cruz. Mér líður alltaf eins og Rakel sé að fara að stinga af og flytja til Ítalíu. En ég meina, þú varst heima í honum, þið voru bara eitthvað að chilla, þið náttúrulega, þú veist, eru á sama svæði þarna og svona og eru í sama skóla og þetta er samt, þú veist, ég vil ekki alveg hérna, eða ekki að líða þetta í en er þetta ekki bara, það er bara spagetti í matinn og það er einhver að gera eitthvað, þetta er bara basic. Þú veist, já, basically, þetta er ekki, svona intense eða special eða glamorous, skilur. Þetta er frekar venjuleg fjölskylda, náttúrulega. Beckham líka bara eðlilegu gæi og sást það í séri á Netflix, það er bara eðlilegu gæi. Já, ég veit það, maður setur þetta einhvern veginn alltaf á einhvern pedastól og En hvernig þetta er sambandið við Cruz í dag? Já, hann er bara, veist, mjög feskur, hann er að gera tónlist og er líka, ég er að flytja til New York núna bara eftir nokkra daga og hann er líka að flytja til að pursúa tónlistana eins meira. Hvað þú var að gera í New York? Ég er að fara í háskóla. Hvaða skóla ætla að fara í þar? Ég er að fara í NYU Stern þar. Að læra hvað í anskotan? Ég er að fara að læra business, hagfræði og pólitík. Það er rosalegt. Það er kombo. Já, þannig að þú bara fara að búa í New York og Já. I like that. Já, London, New York. Já, ég hef líka bara einu sinni farið í viku og veit eiginlega ekki hvað, þú veist, ég þekki borgina mjög lítið þannig er bara jumping into the deep end en það er líka bara spennandi, þú veist Get your comfort zone stundum. Stúdentaíbúð eða gamla frá splæsað okkur 1700 fermetrar penthouse-íbúð eða hvernig? Nei, ég er í dorms, ég er í studenta svona accommodation. Þú veistu hvað, þetta hefði ég reynda verið til í sko.
fara, þú veist, tvítur. Þetta eina eftirsjá mín í lífinu að hafa ekki farið út í skóla og ég að segja satt. Og verið á svona kempi, skilur og þú veist. Hvað þá í Bandaríkjum? Já, þetta þú veist, þú eru komin í, þú veist, aðeins frá fótboll, komin í körf. Ertu í íþróttum? Já, ég var mikið í íþróttum því ég var yngri, fótbolta og box og rugby og allt það. Líka ennþá, þú veist, fyrir rektina og svona. En ég ætla að byrja aftur núna því ég fætti í New York. En hvernig eins og þú ert búin að alast upp í London bara allt eitt lífið, ekki? Erstu ekki búin að búa bara í Englandi? Já. En íslenskan, bara töluð íslenska heima þér og... Já. En var þér kennt eitthvað, veist, tókstu eitthvað svona íslensku bara að vera að passa upp á, að ég oft hugsa þetta, þú ert að fara að flytja erlendis með börnin, hvernig passar upp á að, eins og þú talar íslensku, en þú sagðir að þú myndir sletta inn á milli? Nei, ég mitt. Já, við vorum, þú veist, mamma og pappi talaði alltaf íslensku við okkur og svo fór ég í náttúrulega, þú veist, íslensku kennslu því ég var ungur en líka maður læri svo mikið, þú veist, bara að vera mikið á Íslandi, þú veist, ég með fullt af vinum hér, þú veist, sem ég þekkjum bara gennum mamma og pappa og fransískinni og whatever og svo, þú veist, bara yfir árin, þú veist, maður fer, þú veist, byrjar að jamma og allt það, hitti með fleiri fólk og já, bara þróa stanni, skilur. Þið eru reglulega hérna á klakanum? Já. Ég var mikið núna í ár, ég var alveg í 3 mánuði að því ég tók alls pása þannig fyrir háskóla. Og eru þið upp í Mosó? Já. Ég nágranniðin Kóngurinn í Mosó? Já, ég í Krigunum. Það fer ekkert framhjáður og kerir inn í Mosó og sér húsið að steina strax. En ertu með góðan breskan hreim? Ef þú sér mig stundum á hoppjóli ég myndi segja það. Talar eins og innfættur bara. Ég þarf að heyra, spjöllum að saman tölum að saman ennsku félagri. So Daniel, how are you? Yeah, some English. How are you now? Doing great? I'm doing very well, how are you? Yeah, I'm fantastic. So you're moving to New York? That's great. Yeah, I'm super excited. It's going to be a momentous couple of weeks. Yeah. So who do you support in England? Chelsea. Okay. Ertu Chelsea-maður? Já. Hann með flawless ennsku. Hann búin að búa alltaf því. Já, smá bara. Ég væri reynda til í þessu ennsku í viðkynna. Ég er ekki bestur í ennsku. En þú ert bara valla talandi. Já, ég er ágættur sko. Valla talandi. En sko, viðburinn á morgun, þetta bara, við vorum að ræða það saman. Segðu okkur eins þú ert að fara að halda, þetta bara tónleikar eða hvað köllum við þetta? Þetta basically, þú veist, event, 2 parts basically. Þannig fyrst risa svona multi-brand fatamarkaður þar sem Child fatamerki streetwear brand að koma að gera collaboration með Coppermine. Fyrsta skiptið búin að droppa í 4 ár sem stórt. Reykjavík Roses að koma að releasa 1-of-1 samples. Meta Sport líka, limited edition Reykjavík X merch. Og ég líka með mitt einmerki DDX sem ég að fara, ég líka með bóli fyrir Já, heyrðu, komst með gjöf. Já, fylgja það. Það var beint með það. Allt sem þú varst að segja, hljómar eiginlega bara Hvernig getur en almenni borgari kíkt á þessa veislu? Já, þannig að þetta í bílakjallarann í Grósku og þetta byrjar Þetta geðveikur bólur 3:30 3:30 á morgun? Já, 3:30 á morgun og þetta verður til svona cirka 7:30 Svo eftir það verður stærsta tónleika basically á menninganótt. Við verðum með Birni, Clubbed Up, Joey Christ, Daði Ómars og það verður líka í bílakjallarann. Sama location, já. En hvað er nóg bara að mæta eða maður kaupa miða? Já, þú veist, maður mætir í fatamarka, bara í, þú veist, markaðan, free for charge, en svo þetta pay to enter event eftir það, þú veist, music event. Já. Og hvað það bara á tix.is eða hvað það á Stubbur, en það líka, ef þú followar Reykjavík X á Instagram, það linkurinn í bio. Fólk þarf að fara right now inn á Stubb.is og kaupa miða á þetta. Sko, þetta rosalegt line-up. Clubbed Up, Birnir, Joey Christ Joey, það er okkar menn hérna sko og fleiri. Mögulega. Hvað ok, förum í tónlist. Hver þekktasti tónlistamæður sem þú hitt? Því að nú lifir við aðeins öðru sér lífi en við hérna 3 og ég huge fan á öllum svona. Hvenær verður þú starstruck? Hvað svona stærsta nafn sem þú hitt og verður bara svona fuck? Sko, ég lendi einu sinni í svakalegu. Ég var í fríi og það var svona hotel gym og það var ég fór hana, ég var svona 12 ára kannski eða svona 13 og vissi ekki hvað ég var að gera í ræktinni. Ég var bara eitthvað einn og var með, þú veist, svona the aux connection á Bluetooth kerfinu. Ég var að spila eitthvað on the rowing machine, svo allt í einu lappar inn Kim Kardashian og Kanye West og ég var náttúrulega bara, þú veist, þetta var 2016 eða eitthvað, þú veist, þeir voru bara
the biggest superstars in the world og ég náttúrulega, þú veist, Kim Kardashian var, þú veist, my celebrity crush back in the day, þú veist og Kanye West líka heavy intimidating og ég var náttúrulega on the aux, þannig ég vissi ekki, ég var svona fuck, á ég að spila Kanye West eða myndi hann fíla það þannig þú varst með græðin í gangi ég var með, þú veist, bara allan pressuna á mig ég var bara, ok, ég ætla bara að halda áfram, spila eitthvað rap og fór í playlisti á eldri frænda, eitthvað bla 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 og svo eitthvað hann við hliðina mér að labba á svona, veist, treadmill og hann í svona unreleased Desert Rats skór og ég var bara eitthvað hann búinn í simtali og eitthvað, hey, eitthvað nice kicks bro, eitthvað nice kicks man eitthvað og hann eitthvað lítið niður og eitthvað, herri appreciate it bro, gaf mér fist pump og ég bara Kanye West kallaði mig bro, I've made it Þetta gæti verið dýrasta saga sem ég heyrti að fyrir 95 blöð það er bara þannig Steindi myndi senda okkur bara að segja okkur hann að verið með Bjartmann í ræktinni í Mosó harðara en bara, herru, tjekkin og stubb og bara Daniel og Sannur heiður að fá þig geggja að fá þig og bara við hvetjum fólk til að bara hrúast á hann event 3:30 á morgun kíkja á Reykjavík X kíkja líka á markaðin og allt bara við skuldum auglýsingar, takk fyrir komuna takk fyrir að koma Topp tónlistarstöðin FM 957 Fæ ofurkræft að þetta okkar bestu menn í æskast þeir að taka nýja seríu sem að, ég persónulega hlakka til að sjá Hörru, ég er komin í bólinn maður ég líka það er allir, við erum mættir í merch hérna þetta grínast, þetta er bara eftir okkar mann maður flokknina það, verður við talandi um æskast ég verði að hendi sjáta á þetta ég held ég hef ekki séð þetta áður Netan, það er oft sem að lög kom inn á Spotify og all platan fyrir inn eins og gerist í honum hann var ekki bara með plötuna sína svo var hann líka með sko til í allt og þetta er líka gestur á St. Pete plötunni þetta er svolítið árið hjá netinu við verðum að gefa hann það maður það er sko rosalega rosalega plötur í gangi St. kom með svakalega plötu Netan rosalega plötu það er alltaf gerast sko ég er að fíla þetta Herðu drengir, ég er að spája að hendi ykkur í dagsfélagi sem heitir Hvort myndirðu frekar og ég fekk aðstoð frá konu minni og Sveppa Krull En nei, þetta er samt ekki Sveppi kom og hitt okkur á hann og lífa fekk sér pítsu, litið svo hverfa Samt sko, þetta er Rachel og Mushroom þetta er rosalegt sko allavega, við gerum okkur besta Ok, fyrsta spurning kemur frá Sveppa og ég googlaði þetta og nú verður þið bara hreinskilnir af því að við rættum til blökastinn daginn þá er ég að tala um þetta minna ég var ekki búin að googla það stærra hérna erum við með minnsta og stærsta þegar kemur að félagunum nýri hvort myndir frekar vilja vera með 31 cm eða 1,5 ég held að myndir maður ekki alltaf fara í 31 ég meina, þú veist, ég veit ekki þegar mér fannst þetta ekki það létt alltaf annars er þetta bara þetta er annarkoð stærsta eða minnsta í heimi annars getur bara ekki stund að samlíf ég held þú getur sko hvað sagði þú áttur 1,5 er þetta nögl gæði með stæðsta þá er bara samlífi búið hjá Junior skilur, það er bara farið en gæði með stæðsta gaurinn ég sá einhvern sem hann eitthvað mynd hann heimildamind eitthvað frétt Mushroom eða Rachel og hann átti rosalega erfitt með að þú veist, það var ekki þetta er bæði vond þú veist, hann gati eiginlega ekkert stunda samlíf sko já, ég skilji að því að þú veist, það var bara þú veist þetta er eins og að vera með hest nánast já, ég minna, þú veist, bara sem bara fólk hafa stillir á bylgjuna núna svalir að tala um veðri þetta er næsta spurning þau að bylgjuna er að tala um miklu stærri tipp en við erum að tala um þannig að þið myndir samt freka fara í stærsta frekar en minnsta já, maður myndir ekki að gera það og er þetta ego ég er bara upp á að þú veist alltaf Steindi og alltaf halda frúnni, skilur ertu alltaf að máta mitt nafn við þig svo þú þurfur ekki að svara nei, bara en þetta er svona eitthvað óryggi Akkur segir alltaf Steindi nei, bara þú veist upp á þú veist, þú getur svarað fyrir sjálf það er ekki að skilja þú veist, þú ættir basically að segja já, ég myndi velja þetta ég bara við melda Steinu en þú ætti að velja það í gegnum mig það er mjög skrítin taktík þannig þið segir báðir 31 ég held það og svo væri þetta vantanlega bara ég veit ekki að þetta er ekkert besta spurningi sem er komið nei, hún er frekar vond fyrir mig næsta hvort myndið frekar upplefa sásökan sem fylgir því að eignast barn sem að það er ekki það held ég
Nei, það víst einhver mesti sásöki ég ætla ekki að hræða ólíta konur sem að hlusta en þetta sásöki sem að Vart líklega því, en ok, það bara svo það Já, eða frétta að konan sé ná skildir Ég myndi eiginlega bara frekar vilja að frétta að kona verið ná skild með Í staðin fyrir að því að í fyrsta lega, sko, við erum ekki að reyna að eignast fleiri börn, sko Nei Við erum svona ágætt bara í billi Það tala að frétta það núna eftir eignast börn og sér að börnin í lagi Já, þú meina hvort þau bara kunni starta það svona Nei, bara þú myndir frétta þetta eftir áður eignast börn Því að þú ert náskildur komið riskarna þetta Þú ert náskildur akkili þá geti að vera riski upp á börnin Já, ég að tala með þið bara frétta í dag Já, þá skiptir það og litlu þannig Börnin í lagi og Allir í lagi Skiptir það yngu? Nei, ég að segja að þú veist Það alveg sama ef að Sigrún verið bara náskildir Hversu náskild Sískinabörn? Já, nánast Það mikið sko Þá skal ég bara fæða barn Upplifa sásugan Ég meina þetta er bara sásugi x tíma og svo klárast hann Já, reyndar Já, en ég meina En myndið það ekkert baka að þú myndir frétta núna bara þeir eru náskild Nei, það er ekki eins og hún hafi þá verið frænka en hvort þið er Hvað meinar? Hvort bara hitt, bara komast að því Þá er bara hún að víst. Komast að því fertur Það myndið ekkert baka það Eiginlega ekki, sko okay. Ég veit ekki Var það léleg spurninga? Já, smá, sko Ég til ég að taka Ég til að taka Ég fór á smá sko, Ég er með extreme pain frekar Ég er að horfa á House of Dragon Og það eru, bara núna hlustendur Þetta er mikill Game of Thrones maður Þetta er veistla Við kláruðum 2 seríur og nú leitni House of Dragon er alvöru Ég bara nenni ekki Það eru allir að giftast bara systurum sínum Ég nenni ekki dregum og svona dóti sko Ég er hættur þessu Þú ert samt að nerd Já, ég veit það Þetta er geggjað Nördar fíla vilt hérna gangandi tré og drega Já, ég fíla gangandi tré En ég bara er ekki alveg Ég er ekki stuði fyrir marga drega núna sko Síðasta spurning Hvort myndið frekar vilja kónguló þið vaknið og það er kónguló í eiranu búin að verpa eggjum í eiranu Ég myndi velja hitt 100% Sama hvað þú segir Eða vera sköllóttuð það sem eftir er Þetta er hrikalegt Þetta er hrikalegt Ég elska því sögðu, ég vil hitta því að það var og TikToki var, Egil sagði ég vil hittir að vera sköllóttur Þetta er sem að kóngulón er verpa eggjum í eirun á okkur Já Munið þegar Steinar Smári meindiræðir sagði okkur frá vini sínu sem var að greiða var með kýli frá hann auga, var að greiða sér og komur lirfur út í Ég er ekki að grínast í 1 sekúndu, þetta er ógeðslegasta saga sem ég heyrst Sko má ég ekki rétt, semja við þið blöð Ef ég vel að vera completely bald sem ég er að hallast það núna í þessu Má ég fara til Tyrkland samt? Ég er bold, ég má nota technology ég breyta því Veit eitthvað böggar mig samt í þessu er Ég siti hérna sköllóttu beint á móti ykkur og ég fekk ekkert valið það hvort að kónguló fara að verpa eggjum minni í eyrað á mér En málega þú hefur samt alltaf hérna tyrkneska option sko Já, ég nenni ekki Og þú ert með kind of budget sko Ég myndi aldrei Það má ekki gleyma að þú varst einu sem kallaði cash í þessum þætti í 5-6 ár sko. On the blondal cash Já, ég þarf svar frá okkur drengir hvort ekki Ég myndi saman til Tyrklands að láta verpa inn í eiraðir þá ertu bara komið með kóngular inn í heilan Nei, það er enda að fara allar út fara ekki inn í heilan Það er fara út fara út Þannig að svona með nokkra vikna frestir ein og ein að fara úr eiraðir sem eru bara En ég er sköllur fyrir Tyrklands Það má ekki Ég meina, ég hugsa My greatest fear er a spider sko Greinilega ekki, það er aðeins meiri fear að missa hárið hjá þér Nei, mér finnst bara gaman Nú er bara herðið, drengir, við erum búin að fá ekki 2 eitt í fætinum Áhverju er þetta svona Áhverju er svona hrættir við að vera sköllóttur Þetta snýst allt höfulag Ég er ekki hrættur við það Ég finnst bara gaman að setja fötsi og greiða Er það ekki hrættur við það? Þú ert að hugsa hvort það er bara kónguló að vera að verpa eggjum inn í haustum að þér eða vera sköllóttur Það er bara gaman að Ég ætla að velja sköllóttur Það er ekki? Nei, ég ætla að velja hitt Frábært Talandi herra hnýttasmjör að þá finnst mér þetta besta lag á Íslandi í dag og það er Saint Pete með þetta með Topp tónlistarstöðin FM 957 Það er hárið, það eru Túborg, Léttul og Keilöllin sem væri ykkur FM 95 blöð og Robby eða þú ert að lusta nýbúin að fylla á kælirinn hérna 0,0% Túborg Já eins og Hjöppi segir, ég var nú í Dr. Fútbol í morgun áhugi 0 Við verðum að gefa hérna Hvernig gekk á
Dökk í morgun. Það alltaf gaman að kíkja á Dökk. Hvað fóruð þið yfir? Við fórum bara yfir fótbolti. Newcastle eða íslenska eða? Já, farið yfir Newcastle. Já, bara farið yfir Veltasteinum. Já, hitt á þetta. En drengir, ég held að nú ekki að greinast, það langt síðan að þátturinn leið svona hratt. Klukkan að vera 6. Þetta svakalegt. Já, það nánast komið að lokum risa helgi, menninganótt á morgun. Hvernig helginu þér Egill, byrja þér? Er þetta að fara party hard? Hún ekki spennandi sem við höfum félagunum. Já, okkur félagunum, hvað mennur þið? Já, ég reyndar við vorum að spjalla, með ykkar helgi verður svona meira í gangi eitthvað. Ég að fara að gera nákvæmlega ekki neitt. United í hátteginu morgun. Ég að fara að vinna. Það aldrei gott. Og þjóðin að koma sér í form. Já, við erum að vinna. Ég ætla að horfa á United. Ég vona að við vinnum Brighton. Samt Brighton drullu segir, ég má ekki gera þessu leik, ég veit ekki það. Ef ég ætti að tippa á það, myndi ég segja X. Að ég verið hlutlaus. Nei, blöð, þetta bara, sko, annarkot vinnum við þann leik að sænum okkur út þessu helst Premier League. Eru þið ekki að fara að vinna Brighton? Já, þá er anskotin hafið það. Þetta er unnu, sko, Everton úti í fyrsta leik, helviti samfarrandi. Já, ég hrætti unna leika. Og svo er ég að mæta, sko, málið ég að mæta Pungþóri, mínum besta manni á, sko, helgina. Hvað heitir hann svona? Á sunnudaginn, það er IA Breiðablik. Já, hvað heitir þessi maður? Heitir Pungþór. Nei, en hvað heitir hann? Guðmundur Pungþór. Nei, hvað heitir hann bara? Já, á fæðingavottorinu. Já, Guðmundur Ingþór. Ingþór Pungþór. Ok, Guðmundur Ingþór. Pungþór er hann skagamæður. Hvað er hann gamall þetta? Bara ég kom til yfir og ég bara saman í MK. Hann er 44 ára. Æsku vinnir. Heldur hann milið að þú setja að kalla hann Pungþór í útvarpi? Þú ert líka búin að segja hvað hann heitir. Ég bjó ekki til Pungþór. Búin að segja hvað hann heitir fullu nafni. Allir sem þekki hann heita hann kalla hann Pungþór. Og málega þannig að þetta er IA Breiðablik á sunnudaginn og we gotta get them game þar, Skagamárinn er ekki fucking around í dag sko. Nei, ég er sko Valur Vestri sko blöði favorite þar en ekki vammeta mínum enn í Vestra sko. Það er erfitt að gíska á þetta. Erfitt að tippa á bestu helgina. Já, þetta er líka þannig sko, ég er í hættulegu málum, ég og Sveppi, ef að Víkingur vinnur tvöfald þá förum við til AC sem farastjóra ég og Sveppi í janúar. Það er rosalega. Það er nú með 200 og ekkert hættuldi það bara ef að hefur getið time og gambla og tapa pening og þetta er on the air núna. Það er alltaf að jákvæmt að ná Sveppa loksins aftur til AC, hann er ekki farið lengi. En þið vitið AC að vetri til er ekki besta sem að gerir. Ég verið að vetri til. Þá farið drungan sko. Já, og málið er að þú veist, ef þú vilt upplifa alvöru drunga, þá farið í janúar til AC. Að vakna þunnur búin að tapa slatta í AC að vetri til. Það er drungi, þú veist, það er alvöru drungi. Þú getur ekki gert neitt nema að fara niður og spila bara áfram sko. Þú getur ekki einu sinni farið út og fengið smá sól og fengið að geta og okkar bjór og hlegið sko. Heimleiðin frá AC er verri en mándar á þjóðatíð, það er verri en mándar til Tomorrowland, það er verri en það er allt. Það er ekki til toppar en ég átti frábæran mánudag á leiðin heim á þjóðatíð. Já, ég var edru á sundirum. Alveg rétt. Nei, þú vorst heim hérna að minnati. Hvað glæni að lúka það? Það var blá edru alltaf. Já, ég fór bara, við vorum alltaf með stelpuna með, þannig að við skiptum bara á dögum. Konan hans veit í 7. Já, hún held í sig. Það er vel gert. Hún var ekki að feski bílum á leiðinu. Nei, ég vaknaði feskur. Hún sagði ekkert mikið. Drengir, það er komið Nóró-smitt í Þórsmörk. Fínt að enda þáttinu því, þetta var komin að vísi. Þú hatar Nóró. Það er vallega nú deg að vera ekki að... við Nóró-veruna? Í mér? Já, ég minna, þetta er hrikaleg pest. Með þessum orðum hverjum hér á föstudag. Takk fyrir hlustin í dag. Fólk er að tala steik og sushi sem lokalag. Það er búin að fá svona 18 skilaboð. Það er allt og seint hérna því ég þarf að setja kerfið í gang. Þú þekkir þetta ekki, þið kunnið ekki að taka hana. Kerfið í gang? Hvað? Þjóðavörðina? Ég er með allt kerfið hérna fram á mig. Þú gætir aldrei setið í mínu sæti. Stjórna tónlistinni, stjórna auglýsingum öllu. Nei, það er bara ekki hérna. Því miður hvað meinar þú? Þá þarf ég að setja hér. Hvað er það að tala um? Já, er það ekki inn í kerfinu? Akkur er ekki í kerfinu? Settu það í kerfið? Það er ekki. Það er að gerast. Ákveður steik and sushi ekki í kerfinu? Er ekki að hlusta það? Ég veit ekki. Er það amateur hour hérna? Nei, herru, við viljum að klæða. Það er rosalegt að sko, okkur besti maður er með álur lag og það er ekki komið í kerfið sko. Herru, Taylor Swift, is it over now? Takk fyrir í dag, við heyrjumst á þriðjudaginn vonandi, annars bara eftir viku og það er risa tilkynning. Yes sir. Þetta er Topp tónlistarstöðin FM.